Góða kvöldið og velkomin í ljóslegara deildina. Það seinni undan úrslitaleikurinn í kvöld og með mér eins og alltaf Einar. Yes, herðu, þetta verður alveg leikurinn í kvöld. Mínu menn að fara að mæta Dusty og ég bara get ekki beðið eftir að fylgjast með þessu. En, Tommi, áðurum fyrir mér að leik. Já. Það afmælistrákurinn í settinu. Hvað ertu orðinn gamall? Herru, ég 35 ára, 14. nóvember, fæddur 1989. Til hamingju með það. Takk fyrir það. Stór dagur. Herðu, ég með afmælisgjöfina fyrir þig. Ég og Pjakkur reddum fyrir þig gjöf og kannski útsendingsstunni getur hendi upp á skjáin hérna fyrir okkur. Hver gjöfin er? Það MP9 Hot Forrest! Nice! Það voru nokkri stykkir sem voru á byssunni fyrir. Það var hana Face limmiðin hérna og Bad News Eagles. Ok, hata þá, en afturlega. Ég bætti, þú getur tekið það af, svo bætti ég við hana Forrest fyrir þig. Já. Og svona alltaf vintage Cajun B. Já, þú Frá Columbus. helsti hérna Cajun B aðdáandi í Íslandi. Já, þetta er frá Columbus 2016, smá vintage fyrir þig. Og ef þú tekur vel eftir, þá tók ég hérna Charm fyrir þig líka. Kötturinn. Já, kötturinn, sérstaklega valið fyrir því, kísumaðurinn. Bestu þakki fyrir þetta. Þetta er frábæra mannski. Takk hérlega fyrir þetta. Já, bara verðið þér að því. Og Er ég já, kominn með þreytleikina? til hamingjum afmæli aftur. Takk fyrir það. 35 ára, stend vaktina. Það er spurning hvort ég fá það endurtekið í eyrað. Já. Herru, eins og við vitum. Það er Dusty á móti Veika. Og ef við ekki bara kikka þessu off með fyrsta viðtali kvöldsins. Það er engin annar en Dusty leikmaðurinn, nýlega komin aftur í lið. Það er Þorsteinn F. Þorsteinn F. Sko, Dusty, þið eru konur núna í undanúrslitaleikinn. Hvernig er stemningin í liðinu akkurat núna? Hún er bara góð, sko. Við erum bara að pökka þetta og hafa gaman, sko. Ok. Herru, þetta er ekki Þorsteinn. Þetta er vitlaus leikmaður. En þú veist, þið gerði kannski mæma hvern annan. Það var eitthvað. Þessi vel dressaður. Þarna kemur hann. Sælir. Ok, næsta spurning sem ég langar að spyrja út í og hún er pingu mím. Bara bear with me. Geturðu sagt mér sögun á bak við skeggmyndina? Það var bara Birnir að gera grína með, sko. Ég var svo lélegt skegg að hann ákvað að gera það gott. Herru, mér finnst þú bara með þrjusu gott skegg núna. Ég skil ekki. Ekki gott á myndin. Nei, þetta var harðasta lúk sem ég nokkuð tíma séð. Já, ég er að vinna með. Hanna, er einhver sjans að við bara sem Counter-Strike samfélagi getum sendið til Tyrklands og redda þessu bara? Já. Ég er til. Já. Ég er til í að setja alveg smá pening í það, nefnilega. Er þetta eitthvað svona, þú veist, svona farið í háríkræslu á... Já, þeir gera allt, bæði bara á kollin og líka skeggi og allt, þeir redda öllu hann í Tyrklandi, sko. Já, guð menn að mátti. Ok, til að halda áfram, þú veist, það er mikilvæg leikur í kvöld, þeir eru að koma inn tiltölulega nýskapað lið í rauninni, þeir eru að pökka þetta. Hafið þið verið að ná að æfa eitthvað, eða er þetta bara svona, já, förum á face it og hitum okkur upp? Við erum ekki búin að æfa mikið, en við erum búin að keppa í helviti mikið af keppnum. Það er bara, síðan ég kom aftur niður til við, þá er ég búin að keppa fyrir minnsta degi. Ok. Þannig, þú veist, þetta er smá bumbubolti, en er ekki öll Íslandi bumbubolti bara? Það virðist vera það. Ég myndi nú segja að það væri samt alveg besta æfingi sem gæti fengið að spila í alvöru mótum á móti alvöru liði sem að reyna að vinna. Þannig að þetta hlýtur að vera bara ágætis æfing fyrir ykkur svona með að við. Já, klárlega, við erum tilbúinir. Það er þessi öðruvísi enn á síðustu árum, þú veist. Við vorum alltaf að æfa og reddum við strött og eitthvað, en núna erum við bara að pökka þetta, sko. Andstæðingur kvöldsins í kvöld Vega, það er náttúrulega einn leikmaður innanborð sem þú þekkir einstaklega vel. Hvernig er stemningin fyrir því? Bara mjög góð. Þeir eru búin að gera stimpulegir og ég er mjög spenntur að spila á móti þeim, sko.
það er alltaf verið gaman. Ok. Herru, þá bara gangið sem allra best og vonandi fáum við frábæran leik í kvöld. Takk hérlega. Sko, Dusty, náttúrulega line-up sem að, eins og ég talaði þetta er nýbúið til. Þú veist, það koma 2 leikmenn, Edison og Þorsteinn Neff. Köllum að Þór í kvöld, því að þeir eru ekki að spila á móti Þór, það er ekki skilpa. Þór kemur hann inn í lið með skömmu fyrirvara, eru búin að spila núna 1 leik á móti Þór, núna spila á móti Vega. Þetta er alveg erfitt prógram fyrir þá. Eru þeir líklegir inn í kvöld? Þetta lið? Já. Alveg klárlega. Þetta eru bara kjarninn í þessu liði sem eru núna, eru búin að spila saman lengi og þetta eru gæjar sem að komast nánast alltaf í úrslit og eru búin að gera það bara í mörg ár og yfirleitt þeir komast í úrslit þá vinna þeir, þannig að ég hef engar áhyggjur að þeim þó hafi ekki verið að spila í einhverja marga mánuði saman, þú veist, nýlega. Eins og kom fram hérna áðan þá hafa verið að spila í mótum og líka mótið alveg góðum andstæðingum hafa verið að standa sig vel, þannig að ég hef engar áhyggjur af því að þeir séu að fara að vera einhverjum lélum standard núna, þeir eru bara að fara að vera flottir í þessu leik. Ég ætla að grípa þarna 1 bolta hjá þér. Við erum komið með næsta mann í viðtalið og það er einmitt strákurinn sem að braut þetta fyrir Dusty á sínum tíma þegar hann var með Atlantic í stórmeistaramótinu og tók stórmeistaratitilinn frá þeim, bara ný reikinu liðinu eða hvernig það er einmitt hann Bjarni. Núna Vega Bjarni. Velkomin! Herru, núna heyrist ekki Já, nú er hann mútaður. Váka, ertu að spila í þessum fötum, Bjarni minn? Halló, heyrið mér núna? Já, heyrum við. Herru, þú ertu vel dressaður maður. Þú ert bara komin, hvað segir maður áttur? Dress good, nei, feel good, play good. Ekki? Er maður ekki alltaf snirtilegur til fara í útförir eða? Shit, maður. Ok. Hann er mættur til að slást þessi, það heyrist langa leiðir. Já, ok, ég fíla attitútið allavega, ok, stemningin er greinilega góð í liðinu, ég tek það. Hvernig, þegar þú berð saman náttúrulega, þú ert núna búin að spila fyrir, þó nokkuð mörg lið, topplið, varst í Dusty, varst í Atlantic þegar þið voru stórmeistarar og núna í Vega, er ekki bara sama upp á teninginu núna í kvöld að komast í úrslitaleikin og fara alla leið? Jú, alla leið, sko. Ég verð að fá að mæta alla laugardaginn sem leikmaður en ekki áhorfandi, sko. Já, ég þarf að sokka Pandas líka. Hann er alltaf orðinn geitíklinn. Það tekur hálft tímabil með 4 skriflur landins og hann alltaf geggjaður. Já, að vera sjálfskipaður geitinn í GL er dálítið skrítið samt, en skulum ekkert fara nánar út í það. Hann er á sínu streymi alveg að öskra, en það er önnur saga. Ok. Núna þetta er erfiður leikur og þetta eru erfiðir 2 leikir skildu við vinna enn í kvöld. Ertu búin að vera undirbúa með þínu liði hvernig þetta getur verið að fara í vítóinu og hvernig ætlaði að sigra? Já, alveg, sko, annarkvort myndi þeir pekka Núk eða mér að segja og síndist þeir vera að pekka mér nýlega þannig að ég býst við mér pekki og það hendur okkur bara mjög vel. Frábært. Síðan, ef það skildi fara þannig að þið sigrið leikinn inn í kvöld og mætið Þór, ertu tilbúin í þann leik? Erum við komnir aftur með þennan Atlantic Bjarnagaur inn aftur? Já, alveg vissuleyti, sko. Ég hef ekki haft gaman að spila með liði í bara mörg ár, sko. Ég hef haft svona gaman, það er að segja. Þannig að það er bara stemning að mæta alltaf á kvöldinu að spila. Gekkja, það eru frábæra fréttir og við erum til dæmis búin að sjá Furious eiga bara endurnýjun lífdaga undir þér, þannig að þetta hlýtur að vera eitthvað svona kombo sem að þú heldur upp á. Það er samt bara hann, sko, hann er bara göldróttir, sko. Það er bara, ég þarf bara að kalla fyrir Eyþór og Magga og þeir skjóta bara allt og ég fæ að vera fremstur á degi og horfa bara á alla dega. Gekkja, við vonum allan að það gangi vel í kvöld fyrir því, Bjarni, og bara gangi vel og kannski sjáum við eftir leik. Já, takk fyrir. Sjáumst. Sko, Vega
hafa alltaf haft það innanborðs allavega að þeir eru mikli stemningsmenn. Já, það er svona fylliðinu gennum árin. Hefur svona yfirleitt verið það sem ég ætla að segja við höfum að vinna með að stemmingin í liðinu á alltaf að vera góð. Það er númer 1, 2 og 3 stemmingin í liðinu á að vera góð og það er einmitt eitthvað sem að þetta line-up er að fanga mjög vel. Við vitum ekki alveg nákvæmlega, eða vissum það ekki fyrirfram hvernig þetta myndi vera. Við ákveðum að vera veka fyrir þetta tímabil. Það vorum við bara með 3 spilandi leikmenn í raun og veru. Þannig að við vissum ekki hvaða 2 leikmenn myndi fá inn. Við vissum ekki hvort þið myndi passa eitthvað svakalega vel inn eða hvort það myndi bara springa upp liðið strax eins og gerist fyrir Breiðablik á síðasta tímabili. En þessi 2 strákar hafa bara fittað mjög vel inn í liðið og hefur bara verið alveg geggjað að fylgjast með þeim og líka maður sá bara svona mjög fljótlega Bjarna bara svona neistan í honum kvikna aftur. Maður sá bara, þú veist, hann hafði langaði svo mikið að vinna og hann hafði svo gaman að þessu og það kemur eins og kom fram í þessu viðtali bara að hann að skemmta sér bara rosalega vel þegar hann að spila og það sést langa leiðir. Ég bara held að ég hafi ekki séð Bjarna svona brosmyndan í langa tíma og það er ekki eitthvað svona grín út af því að svona gaurar sem eru búin að fara í gegnum svona langa tíma sem eru mjög successful og náttúrulega var með Dusty og með Atlantic miklar kröfur sigur í hverjum einasta leik. Þarna hefur hann smá svigurúm og nær kannski aftur að elska leikinn. Já, einmitt. Það er klárlega eitthvað sem að make a sense svona fyrir mér. Náttúrulega hann er búin að vinna þetta allt svo oft og þarft eitthvað til þess að svona fýra aftur upp í eldinu minni og ég held að það hefur tekist alveg vel núna. Þú veist, ég veit alveg að voru liðan úti sem vildu fá hann fyrir meiri pening heldur en við vorum að bjóða. Puðu hann eitthvað pening? Það kemur ekki fram, það er allt bara á milli okkar. Já, ég meina hann fekk þetta hann valdi okkur, ég held að það verið skynsamt af því að veist, hann veit líka bara hvað við stöndum fyrir sem ég talaði með náðan og vildi bara vera hluti af þessu, hluti að veka fjölskyldinu og hann er búinn að fitta vel inn. Annað sem ég langaði að drepa tíman með, það er kannski fínt að sína þetta hérna. Kannski fáum þetta hérna. Þetta er, maður sjá, hvernig sést þetta? Hérna. Þetta er það sem leikmennir eru að berjast Þetta er fyrsta sætið í ljósstaradeildinni. Við erum að fara ég hef nú haldið að þetta væri aðeins þyngra. Kannski er þetta bara svona sterkur. Þú er svolítið vanur hvað voru ekki verðlaunin fyrir 2 árum eða eitthvað sem voru bara það þyngsta sem ég nokkuð tímann haldið á. Já, ég var að æfa mig bara curla. Já, það var alveg svakalegt. Sko, þetta er það sem fyrir að berjast og ég væri reynda til í að fá bara kannski brakketinu upp út af því að þetta er búið að vera dálítið löng og ströng vegferð. Hérna sjáum við Þór konur í úrslitaleikinn, leikurinn í kvöld hérna 14. nóvember 19:30. Það seinkar smá tíma þannig að við fáum bara góðan tíma til að spjalla þetta. Nei, tegja lopana eins og svona, það er nú til. Alveg sko. Sko, það sem ég langaði að byrja á væri að benda á það sjálfsögðu að úrslitaleikurinn spilast núna á laugardaginn 16. Byrjar klukkan 18:00 fyrir það er náttúrulega að sjálfsögðu sjómats sem að við erum búin að vera að planlega. Einmitt. Ég er með mitt lið, þú með þitt lið og kannski þú er búin að þurfa að gera þetta alveg nokkuð sinnum í gegnum tíðina, það er ekki spennandi verið þig en ég var að viðurkenna að ég var helviti spenntur þegar ég var að sitja saman mitt lið. Ég er spenntur allan að leikmennir sem ég er með í liðinu mínu núna eru leikmenn sem ég myndi treysta fyrir liðinu mínu. Vá, það er bara þannig. Jesus. 100%. Ég þekki mína leikmenn ekki alveg jafnvel, ekki allavega, þannig ég myndi kannski ekki segja það alveg strax, en ég meina eftir hennar leik mögulega, ef við vinnum það að segja. Gæti verið. En ég ætla að minna bara fólk að þarna panta sér borð og það eru til VIP borð í boði með tilheyrandi kostnaði og náttúrulega að sjálfsögðu veitingum á borðið og bara fullt í boði. Spurning hvort að við eigum þarna grafíkina af skittu ljóslegarans og eitthvað svona gúmmilaði. Já, ég væri til í að fá úrslitakvölds grafíkina bara upp á skjáin akkurat núna, aðeins að keyra yfir þetta. Nutella verður veislustjóri, það er skemmtilegt. Kannski við sjáum hana í einhverju stærra hlutverki kvöldið, það er spurning. Sjómatsið, ljóslegaraskittan, Red Bull Aim hetjan, Arnar Vargur. Við erum búin að gefa það upp. Já, það er búið að gefa það upp. Hann verður sem sagt í Red Bull Aim hetjan, það sem getur unnið. Þið þurfum að vinna Varg fyrst í 1-on-1. Það í sjálfum sér er alveg ströggl. Hann bara, Tommy,
má ég koma með eigin tölvu? Ég bara, já. Ég líka træhjart maður, Jesus Christ. Það verður í fyrstulega ekki auðvelt að vinna mannin, Já. en síðan er hann að fara að vera á eigin tölvu með eigin dót, þannig að þetta verður skemmtilegt að sjá. En ef ég skildi planið rétt, þá var það samt, þú veist, frá 2 til 4 eitthvað í One Wons. Já. Það eru 2 klukkutímar af One Wons. Já. Þannig að ef maður kemur kannski svona 10 til 4, Já. á það ekki mesta sjansinn eða? Ábyggilega, en eitthvað segir mér að hann á eftir að vakna snemma og mæta heitur. Hann er náttúrulega bara undrabarn trátt fyrir að vera 36 ára gamall. En það er í Redline. Það er í Eimir Redline, já. Þannig að allir Íslendingar væntanlega ættu að þekkja það mapp alveg mjög vel. Og mér þætti líka áhugavert bara að fylgjast með hérna veislustjórunum að taka One í One á mótornum. Hún náttúrulega heldur betur vita á sér hérna fyrir, hvað er á síðan? Nei, það er ekki alveg á síðan. Hérna síðasti voru með svona lokamót stórmeistara mótsins, þar sem að, hún var að taka alla í One í One hérna inn í brennu herbyggi hérna og pakka þeim saman. Já. Þannig að það væri áhugavert matchup. Já, ég held að við þurfum að taka líka One One bara svona til að hita líka upp og svona. Já. En annars þá langar mig að fá núna upp kannski vídeóið og það er það sem náttúrulega við erum búin að pæla rosalega mikið í, það sem að Bjarni var að tala fyrir leikinn. Þessi lið eru náttúrulega búin að mætast áður. Einmitt, þau eru búin að mætast áður. Þá fengum við Vertigo og Mirage. Já. Ég held við fáum ekki aftur Vertigo frá Vega, bara því að Dusty er annað lið og þeir eru að fara að veto það núna, sem ætti núna að vera fyrsta vetoði hjá þeim, einmitt. Veto... Það sé Þorsteinn sem er bara að taka þið burtu út af því hann ekki hrifinn af því eða út af því að þeir eru tilbúin að spila það áður? Veto var ekki þessi kjarni sem var ekki mikið að spila, kannski gerðu það í gamla dag, ég veit ekki, en þú veist, þetta er kannski mapp sem maður þyrfti bara að fara yfir lengri tíma, getur ekki pöggað mikið á móti liðum sem ekki spila, geti verið eitthvað þannig ástæða. Vega er búin að vita á Anubis allt tímabilið þegar halda því áfram og hérna er ég sammála Bjarna, ég held ég fari í Mirage, Dusty, af því að þeir eru búin að vera að pikka Núk mikið undanferðið, pikka mútið Þór og pikkaðu í erlendamótinu tapandi endalust. Já. Og svo prófuðum við Mirage, sáum við í þessu erlendamóti og það gekk bara ágætlega, þannig að make sense að þeir haldi því áfram hér sem þeir gera. Vega, þeir voru að spá í hvort þeir ætlu að pikka Inf eða Dust. Já. Og ég heyrði aldrei hver niðurstaðan var. Já. Ég myndi samt giska á Dust. Já. Þeir fari Inf, ok, áhugavert. Finna samt við Vega er að þeim einhvern veginn tekst alltaf að tapa sínu mappiki. Þannig að þeir þyrfti kannski að taka aðeins lengri tíma líka í að hugsa hvaða mapp þeir ættu að velja. Dust 2 er þá bara hent út af Dusty og Vega er þá ákveða hvort þið vilja voru til Ancient eða Núk. Ég myndi nú halda að Dusty væri talsveit slakari í Ancient heldur en Núk, en hver allir ákvörðun hjá Vega sé. Samt rosalega aim heavy map. Þeir henda Ancient og fara í Núk, já. Ég meina, Vega hefur samt alveg trú á sjálfum sér í Núk, þó þeir hafi tapað á móti Kano hann í síðustu umferð. Þá, þú veist, eru við með góð úrslit yfir tímabilið, þú veist, þú sást leikinn til Þór til dæmis, það sem gjörsamlega pökkuðum saman í Núk og þá var aldrei spurningunni það færi, svo náttúrulega vinnaði Sögu líka í talsveit meira close leik, en já, ég held samt að, þú veist, Núk er mapp sem að bæðilegin eru góð í, þó að Dusty hafi verið að tapa dálítið undanfarið, þá var þetta fínt samt svona third mapp fyrir þá. Og ég vona líka bara rosalega mikið að við fáum þetta í Núk. Náttúrulega þriggja sería er alltaf eitthvað sem við óskum eftir og það sem ég óska núna eftir er að fá Dusty upp á skjáin, lið Dusty. Sko, eins og við töluðum og við erum að tala með Þorsteinn F, nýskipalið, Midgard, Kókó, Þorsteinn F, Birnir og Edison. Edison, við erum að fá fregnir samt að því að hann spilar ekki fyrsta leikinn hérna fyrir Dusty og það getur verið blóðtaka því að hann er ábyggilega einn af þessum gaurum sem búin að vera að grænda mest undanfarið. Er það? Já, ég er að heyra sögur hérna út úr bæ, bara að hann sé búin að vera að grænda alveg á fullu hérna, bara, þú veist... Komið sér í form bara fyrir þetta mót það? Já. Þá er alveg mikill skellu fyrir Dusty að missa hann út. Jafnvel þó að hann væri bara ekki búin að spila neitt, þá væri mikill skellur að missa hann út. Og í staðinu er að fá Cruiser, ef við heyrum rétt. Chrissy Cruiser er ekki búinn að spila hann leik bara í langa tíma. Hann er alltaf búinn að vera coach á Dusty bara hvað er mörg tímabili síðan að spilaði með Ármanni síðast? 3 tímabil og ég kannski fæ bara toppmanni minni upp á skjá núna, það er Þorsteinn F. Sko, Þorsteinn er leikmaður sem við erum búin að tala sem svona
geitin í CSGO allavega í svona endan. Tekur náttúrulega pásu núna þessu tímabili, búin að spila 1 eða 2 best of 3 og í kjölfarið kemur inn í þetta lið. Hérna þarf hann samt að leiða lið sem sko, þetta verður alltaf pöggi út af því að Cruiser að spila líka og þetta líki map-pickinu hjá Dusty. Þetta kemur sér ekki vel. Nei, og það líka spurning, þú veist, Cruiser ekki gaur sem að þegir bara þennan að spila. Já. Spurning hvort að þeir ættu reyndar að þekka inn á hvort annan nokkuð vel, en ég myndi alveg giska að Cruiser væri alveg sterk rödd í þessu liði sem væri líka að hjálpa honum að kalla. En þú veist, mér líst ekkert illa á þetta map hjá þeim. Þú veist, Vega ekkert þekkti fyrir að vera góður í Mirage. Almennt séði Mirage bara flott pikk á móti Vega. Já. Meira þess að bara sögulega séð ekki, þessu bara þessi róstir minn okkur ekki svona rifjað upp. En, það var þessi eini leikur á alla hana, einhvern mann, fyrir já, 8 árum. Það var mjög góður leikur. Ekki bara hjá alla satt, ég tek fram að ég var líka með í þessu leik. Já, vissulega. Já, síðan bara kíkjum við inn í leikinn bara þegar við getum og ef við fáum kannski liði Vega snöggast upp á skjáinn og þarna fáum að kíkja á þá. Það Vírus, Stjáni Guli, Vanker, Bjarni og Furious. Leikmaður náttúrulega lengst til hægri Furious. Við erum búin að vera að tala um hann allan tíman, bara svona seinni part tímabils að hann geti jafnvel fengið eina af þessum styttum upp á borði hjá okkur yfir hann eitthvað ræfler eða bara leikmaður tímabils. Þú veist, því að hann búin að vera ótrúlega góður. Já, það engin annar leikmaður sem búinn að klötsa heimskulega og hann bara 1-5 tvisvar. Þú veist, það gerist bara mjög sjaldan og hann búinn að vera að vinna þeirra ránd sem hafa bara verið að snúa möppum við í raun og veru. Gekk reyndar ekki á Kanu að snúa mappinu við þegar hann náði 1v5, ekki 1v5 heldur Ace klöts. En já, hann bara búinn að vera geggjaður á þessu tímabili að gott að fá hann inn bara í sínu besta formi sem við höfum kannski alltaf verið að sjá. Ég held meira að segja þrátt fyrir að sko, ég valdi reynda Bjarna sem toppmann Tomma þessinni og ég held að ástæðan geti bakkast upp í Mirage einungis vegna þess að hann elskar að geta tekið einhver svona play, einhver lesið andstæðinginn og tekið einhver köll og skauta sig í gegnum andstæðinginn. Mirage býður alveg upp á það. Alveg klálega, hann virkilega góður í að taka inn upplýsingar sem hann fær frá liðinu sínu og finna akkurat rétta kallið og líka bara á mjög stuttum tíma. Þannig að það alveg klálega eitthvað sem getur séð. Hann gæti mögulega verið akkurat það sem að Vega vantar til þess að loksins komast aftur í úrslitaleik. Það frekar langt síðan þetta lið komast í úrslitaleik síðast. Hvenær erum við að tala um? Við erum að tala um bara, það einhver 5 ár síðan. Getur það ekki passað? Það bara setja line-up hann alltaf í úrslitum þegar við hétum FH. Það langt síðan það var. FH á móti á með þess að Fylkir, Dusty var Fylkir þá. Já, vá. Það var síðast þetta line-up komst í finals. Og þá var ég í liðinu alltaf. Það alveg smá síðan sko. Já, það virkilega langt síðan. En við erum komið live, Vega að fá að byrja CT og Dusty fyrir að sætta sig við Terr. Þannig að sjá við Cruiser spilandi þjálfara liðsins og hér bara B-pot, Stjáni Guli og Vanker að koma vörnum við hér. Þetta byrjar alltaf því að það alltaf 2 lifandi en það ekki lifandi lengi. Vírus kemur í vörnina samt sem áður og Cruiser fallinn. Kókurinn að svara og það treytað hérna út þar til. Það 3 CTR, nei 2 CTR og 3 Terrar og bomban. Bjarni mætti bak strax, hann tekin út af Þorstinni, Furious 1-2. Það er staða sem hann getur vel sætt sig við. Gat þetta þegar hann var á Akureyri, hlýtur að geta Reykjavík. Feikar hoppað úr glugga. Steppi Kókur var að fylgjast með því samt, hann hefði vitað hans ekki komin út. Allar að píka saman hérna. Gera það. Vel gert hjá Dusty hérna í þessu 2v1-i. Finna bara hvað Furious og doppelpíkan. Þetta það sem að Dusty gera sérstaklega vel. En mér að hægleita reyndar að Bjarni var hann alveg ótrúlega snöggur í bak. Þetta var hraðasta flagg sem ég séð. Já, ætla hann hafi hoppað í undergroundið þannig að bara stemma eða? Já, bara leið. Leið og kalli kom. Þeir voru hellingi að berast þannig að Stjáni var ekki að hitta neinu. Já. Frá backside og Vanker tók 2
En já, við erum hérna komin aftur í leikinn, við finnst velurningar á þessu. Afsaki, en það allan að Diglur keiftar hérna upp og smá armorar full force hjá Vega. Við höfum tíma þá með að hæla þetta eitt hérna skemmtilegt að það eru 2 Kristján Finnsson inn á sörrutum. Já. Stjáni Gulli og Krúser. Þessu bræði? Nei, ég segi. Skemmtileg tilraun. Ekkert eitthvað algengast að nafn þannig síðan? Nei, vissulega ekki. Það var samt margir Kristjánar að vera góðir í CS. Já. Krissi, til dæmis. Já, Kristján eitt að sér alveg þokkalega algengt svo sem. Midgard og Þorsteinn byrjar hins vegar á því að opna þetta, en Bjarni kemur einum tilbaka. Fjúri bara galdra eitthvað hér fram. Beglan fara að syngja en Krúser svarar. 2 á móti 3, kunnuleg staða. Sáum þetta í fyrsta rándinu. Bjarni þarf hins vegar að hér. Bjarni finnur Þorsteinn. Ja. Þetta er AK. Þannig að þá þarf hann að heita hoppinu, hann gerir það sýnist mér. Þorparna AK-unu niður og Stjáni Guli fær hann með smoke, með full armor og hérna ætlar að byrja að hönda. En búast við AK-unu, flassið flýgur, Krúser. Hann þorir ekki að svinga en fellur hér. Heyri hinnum. Steppi Kókó, 1 á móti 2, kemur flassið. Vindar sjálfan sig og hérna geta þeir fara að hönda. Stjáni Guli kemur í treytið og þarna fyrsta rándi til Vega eða hvað? Hann hefur tíma held ég. Já, hann kemur tikkið. Stjáni Guli hérna, þá velgert til Bjarna, finnur AK-in hérna í C-pjall og kemur honum á Stjána Gula sem vinnur rándið á endanum. Það skert þér að muna C-pjall hana. Já, ég er honum vanur sjónvarpsmaður núna sko, ég er ekki að hendi eitthvað svona hérna live. En já, eins og þú segir, Bjarni gerir þarna frábæra hluti að, já, í fyrsta lagi að ná Midgard þarna í jungle og sigla þarna yfir í C-pjallið, ná AK-unum, droppunum yfir á Stjána Gula og hafa tröstið á því að fá treyti frá honum. Einmitt. Forsbæja móti hjá Dusty og þeir ætla að fara hérna bara hratt B. Hérna kemur rössið. MP9 þarf að gera eitthvað stórt hér. Hjálpin er góð, Stjáni Guli með 2, Vangar með 2 og þá er Midgard einn eftir. Getur 3 grinur hérna maður. Vá, þetta er óþægilegt. Og góð byrjun einnig fyrir Vega hérna, halda 5 mönnum lifandi. Akkurat það sem Vega vill, forsaða Dusty í spar og þá bara þægilegt ránd hérna á MP9 og sko autoshotgun á Furious. Hann lítur að vera að spila bara nálægt rampin í þessu rándi, við sáum hann ekki nota hana. Já, við sáum eiginlega bara MP9 og Stjána Gula á AK og Grensu. Já. Það var ekkert mikið meira að nota í þessu rándi. En já, þetta er bara glokkar á Dusty, ekkert jútil, ekki neitt. Það er verið best að þeir gætu hugsa sér hérna er að geta eitt ykkur jútil hjá Vega, jafnvel ná ykkur killi. Settir hérna, gerir einhvern skaða. Allt of djúpur molli þarna. Vangar býst ekki við fyrir fram á mollan. Sendirinn. Það er hoppað hana út en já, og byssan dettur út líka þannig að glokkar bara svona standa hana uppi. Dýngar að glokka þarna, Bjarni tekur krúsinu með hann. Þetta er of mikið vesen, Stjáni Guli verður að gera betur hér. Nú erum við komið með AK, 2 inn á B-sætið og lifandi 3. Þetta er slæm staða hér. Hvar fellur vírus hérna? Og það er autosökkunur í tekinu. Vissulega í rauninni ekki eins og slæmt en núna er þetta orðið virkilega slæmt. Nú er Furious 1 á móti 2 núna. Var búinn að taka út Midgard með grinu. Aftur spila Dusty þetta saman. Og þeir vinna þetta. Ég sagði að besta sem ég geti vonast eftir væri mögulega kill og kannski eða jútil en þeir vinna bara rándið á glokkum og engu öðru. Þarna spilar B-leikmenninn þetta frekar illa. Frekar illa. Já. Ég ætla að skella skuldina þarna á Vangar upp í fjörsunu. Já, kæruleyslega gert hana. Hann var ekki alveg, Jumpjans var ekki þannig, hann gæti klíra bíósi allan tíman. Það var alltaf smá gap í því því hann var að klíra hana, hoppaði hægra með hann í lokin. Og ég ætla líka að skella skuldina á Stjána Gula í rótitinn á
á sjortinu. Hann bara gerir illa á móti 2 glokkum. En á sama tíma sem fellir vírus held ég í miðjunni. Já. Þannig að það var ekki svona að sníkjast þar. Vírus finnur opnun hins vegar. Búin að þekktur fyrir þetta að byrja rándinn mjög vel, ná opnunum fyrir sína menn. Vírus hins vegar lágur eftir þetta, 54 HP á honum. Þetta var snirtilega gert. Furious skjáður fram að húsinu. Það er að skipta í AK, hann Furious. Rúsi labbaði ekki smókinanlega í rampinum held ég. Virðist vera ekki besta ákvörðunin sem hann getur tekið, en eitthvað þarf að gerast. Það er að nýta sér eitthvað gapp þarna sem hann held hann hefur fundið, en Furious sá við honum. Byrnin er að finna eitthvað í húsi og meðan kemur Midgard upp rampin eftir smá stund. Við erum svolítið að krönsa aðeina frá tengi ramp og húsi. Samt fáir leikmenn eftir hér. Einn úr hverri átt. Það má ekki mikið gerast hér. Steppi Kókó er í stóri sér randi. Hann er á smá lörki en uppi tengi. Vírus veit ekki á honum. Hittir ekki. Midgard tekur furra. Bjarni náði Byrni á meðan. 2 móti 2. Rótið er afkomið yfir. Mollin er góður en hvaðan kemur Stjáni guli. Smókast fyrir þannig að hann gat ekki fellt þann sem að plantaði bótturinn. Þessi fætt vinst. Beint í haus. Midgard fellur. Kókó. 1 eftir á móti 2. Tekur fyrsta. Bjarni kominn inn á sætið og hann grunar ekki Gvend en það er Bjarni vinnur þetta. Rísastórt vonum við hann sem tekur hana. Sáum smá hérna jafnvel reynsluleysi hjá Stjána hvernig hann kemur hlaupandi inn í tengið. Það var mjög auðvelt fyrir Steppa Kókó að vinna þann barda en svo er það Bjarni sem vinnur vonni á móti Steppa Kókó og tryggir Vega 3. rándið. Já, það er svona gætum verið að sjá einhver merki á Stjána gula núna að hann sé smá stressaður. Þetta er náttúrulega leikur sem hann hefur aldrei spilað áður. Þetta er undanúrslitaleikur í stóru móti. Já, gæti verið. Ég er aðalega bara að spá í fyrst Steppi var búinn að ná killi þarna á Vírus í einmitt jungle þannig að hann ætti að búast við að hann væri einhvers stað þarna í kring. Já. Þannig að svolítið skrítið. En við erum komin áttur á stað að það er kaupránd, eða forsránd öllu heldur hjá Dusty. Kókó Vappa. Hann fær að leita í miðjunni á meðan hinir 4 leikmennirnir eru annars staðar á mappinu. Vírus sem að sigra þennan barda. Restin á A. 1 í húsi. Koma 2 upp rampina, hann sér 3 upp ramp. Það vitaði hvað er að koma hérna. Bjarni tekur 2 blindur og það Midgard svarar. Þorsteinn að finna í lörki gegnum smókin en Vankar með MP9-na nær að skipta í AK núna. Nei, hann ætlar að kikka Vapparu. Já, mikilvægt. Stjáni guli nær ekki að uppfara, heldur MP9-ni. En þetta braut bankan hjá Dusty. Þeir svo sem já, virðast ekki þurfa alltaf mikið banka til þess að vinna rándin. Út í það er farið. Já, vinnu full glockspar. Þetta er sko full glockspar. Ég minn eini. Og versta við það er að það eru leikmenn í þessu liði Vega sem að muna mjög vel eftir því að hafa tapað á móti full glockspari í úrslitaleik í Mirage. Býttu nú við. Einmitt hana í B-húsinu. Einmitt hann Grey Eyþór. Þannig að þetta er ekki sætla minninga hérna. Hann var bara að byrja að læra reynslunni. Birnir á 0-6 akkurat núna. Ég veit að fyrir víst að hann er að spila á einhvers konar fartölu í kvöld. Birnir? Já. Hvað? Hann er komið til Íslands frá Valencia. Ok, af hverju spila hann ekki bara hér í Arena? Það var top notch tölvur og frábær aðstæða. Segir það? Eða bara Dusty láta hann fá tölvur? Já, svo er náttúrulega Dusty HQ líka til. Eða þú veist, við erum með sérst að tölvuherbyggi, en já. Hann spilar á fartölu greinilega. 2 í miðju, 2 í B-húsi og 1 að halda sítispúninu búast við því að einhver sé að fara að pússa þarna. En B-húsinu fara þeir ofan í undergroundið og ætla að bústa upp í snæper, eitthvað hannig. Bjarni spottaður. Beygir sig undan líka á kamerunni. Já. Það er sem lifir sig algjörlega inn í leikinn. Mjög animískur leikmaður, já. Það er dásanlegt að fylgjast með honum og kameran ætti bara vera á honum. Hefði séð Furious þarna fara fyrir framan smókin. Já. En ákveða að gefa tengi.
Við séum þetta einu sinni að tusa. Það komur tengi og taka út allir bomba frá niður. Það væri stórt ef þið ná því. Það keira á Vírus á síti. Vírus skýtur ekki, Midgard tekur hann út. Vappi kominn í Midgard. Krúser tekur Bjarna. Þeir lítið HP en Midgard á Vappa þannig að hann getur alveg unnið þetta ránd. Krúser ennþá á Glock. Stjáni á Molla. Þeir eru báðir lágir. Finnur M4 hérna, Krúser. Hvernig þessi ránd alltaf svona close? Þeir eru ekki með neina byssur, Dusty. Ekki þekktasti Vappa-spilari heimingas í Midgard. Nei, en það getur nýtt að Krúser spammar þarna einn Vanker niður í 2 og þægileg 2 frögg sem Vanker nær hér til að loka þessu rondi en þetta má ekki vera svona close. Ef þú ert vegamæður núna, eins og Einar akkurat núna, þá ert það svitna! Já, ég ætla ekki að líta undir hendurnar á mér, sko. Bara, guð minn almáttu við hvað ég orðinn sveittur strax og þetta ránd, það bara 7 ránd búin, Tómi. En Vega þurfa eitthvað að fara við hvernig það er að spila móti þessum, Glock-rándum. Þetta er ekki eins og sé að spila móti deiglum þar sem að þú ert alveg sem í hættu af því að, eitt skot úr döður. Já. Þeir eru móti Glockum. Þarna smá util vissulega, en þeir eru ekki verið að tapa svona mörgum byssum. Þetta er líka bara eiginlega ránd sem að Dusty á að vinna. Krúser tekur á lágt niður, Midgard er akkurat með línuna á þá. En, já, Vega sleppa bara hér, hreinlega. Já, þetta er, ég verð bara að segja að það lítur eiginlega út fyrir að reynsluleysi í þessu mappi er að skína dálítið skært að vera að missa ítrekkað svona mikið í Glock-spörum en líta hins vegar vel út á móti rifflum, þannig séð. Já, það má nú segja, líta að tala sér betur út þar. Vírus líka mann að hitta vel á Vappanum. Hjálpar þegar að Vappiðin er að opna, já, það er alveg risastór. Og því taka aðeins svo langa tíma í þetta, en allt í góðu. Þannig ætlaði Vírus að reyna opnun í apps. Gæti ímynda mér að spila á móti Krúser. Það er alveg guðlega að fara að fá Midgard í sig. Midgard er svona, ég get alveg kallað hann sérfræðing í að pikka þetta. Þetta er svona gauð sem að drillar það bara að pikka BOC í Miraz. Já. Veitti ekki múin að strímina þess að má bara drilla hvernig hann pikkaði BOC í Miraz. Bara, í raun og veru bara fyrirmyndið hvað varðar, þú veist, æfingar í specifík stöðum í mörgum. Já, algjörlega. Geti Vanker að koma í short. Vanker komið 1. Þannig bettur, Vírus tekur 1. En hér er að B-seti, Vanker komið frá shortinu. Par excellent staða og Midgard finnur hann. Það er B-setið sem er að falla enn og aftur. Bjarni með frítt fragg. Midgard á back þeir eiga að vita hvað hann er niður komin akkurat núna. Þinn leikmannin í BOC. Þannig var hann hausaður hann Midgard. Flikkar það frá Furious. Þið viti ekkert af hvað Þorsteinn er. Gæti spilað long-gameið hérna og takið. Já, Þorsteinn tapar þessu aldrei. Þarna. Tökur fyrsta nær ekki öðrum. Og þar af leiðandi springur hérna með bombunni hann og Þorsteinn en peningurinn klárlega í höndum Dusty hér lítill á Vega og þetta bara kemur í kjölfarið á Glock-spörunum. Jeps, þetta er bara akkurat afleikinn af því Vega á enga pening. Þeir ætla að forsa hérna, virðist vera. Deiglu force, 1 MP9, 1 scout, 3 deiglur á Vega. Beint í eitthvað A-execute, eitthvað kannski bara hratt upp rampinn. Furious spottaði hann. Spottaði 2. Já. Rótiði kemur hérna yfir. Takkið líka. Glokki. Nei, Deiglan svo góð að klára af tökkinn á skátinu. Vanker og Vírus taka 1 hvor, þannig að þetta er 3-2 fyrir Vega. Hústa hérna upp í stigan, þetta er skemmtilegt. Smókur fyrir jungle og hérna væntanlega þurfa að koma bombunni niður sem að þeir og gera 2 í tenginu. Það er AK á Vanker. Snirtilegt er það! Stjáni Guli í eldlínunni, Deigla í hendinni. Kókó er lág, en Midgard svingar þarna frá defaultinu og klárar Stjána. Ágætis bar, en hefðu getað spilað þetta örlítið þægilega þarna, en bara mjög gott setup til að beita út eitthvað aggro frá Vega.
Já, þetta var bara gott feikan hjá Midgard. Þeir fá bara náðu að koma þeim á óvart hana í tenginu báðum og taka báða át og þá er þetta bara talsveit einfaldara fyrir á að vera 2-1. En þá neyðast Vegamenn til að spara. Dusty geta jafna leikinn. Snappi smók frekar hraður og hérna æðaður upp shortið. Mýrus nær ekki að gera mikið skaða hér. Vatti hérna bara Stjáni swingar í 3 leikmenn sem koma shortið og hérna eru Dusty að jafna metin. Býtum við, sælvinur. Æjæj. AK komin aðeins lengra frá. Mikið væri þægilegt að fá eitt frían AK hérna út Bjarni. Já, hann að vonaði smóki í klukkan. Gera það, taka hann út. Þannig er ekki AK heldur. 5-5. En Vega geta keypt núna ekki fallet kaup samt. 4K á Vanger. Hann þarf vantilega að fara bara í... Nei, hann tekur M4 bara á 1 smók. Mýrus komur á vappan sinn. Vanger eiga ágætan leik og við komum kannski ekkert rosalega mikið inn á Vanger en í þessari seríu þá finnst mér eins og Vanger þurfa að eiga 2 möpp sem að hann er mjög atkvæðamikill til að tefla til sigurs hér. Þannig að eiga ágætis Mirage hér. Já, hann hefur átt virkilega góða leiki, sérstaklega í Terr í Mirage. Sjá það frá honum. Lífið setur ekki einhvern veginn. Furious og Bjarni þarna. Þetta er dýnamíska dúóið sem að Vega teflir þetta fram. En þá ætlaði að reyna á Stjána gula. Hann situr með Mach 9. MP9 fyrir ekki inn á B-sætinu og hann er... Það er svo langt í backup. Já, hann er bara aleinn á eyði. Hann er að fá mann í hliðin þetta líka. Flassi kemur yfir en næri ekki að nýta sig það. Birnir eiginlega ekkert blindur eftir þetta í rauninni. Það er samt Flass. Furious störblindur og Vanger á 10 HP. AK ætti bara að halda. Já, haldi þessu strax. Hann er með svona face sticker eins og ég er með á afmælisgjöfunum minni. Geggjað. Já. Sniðið til honum að fara að sækja vappan, hann var þannig sé á öruggum stað. Hérna, efast ég að Dusty sé eitthvað rosalega mikið æstir að hönda hann niður. Senda einn hérna í einhvern leiðangur en Vanger er komin lengst í burtu. Cirka 15 sekundur eftir, þannig til að rondið er búið. Og ég held að Birnir sé bara að leita að fröggum hér. Það er gott að hann Dusty að beita með þessu vappa, hérna kemur hann. Og hann hoppar og nær vappanum af Vanger. Þetta er stórt og sér líka peningin á Vega, það er ekki sensor efna á vappa hérna. En þurfum alltaf bara að fara einhverjar MP9 og deglur. Dusty bara snúið sem hálfleik við, komnir yfir. Heldur betur 4 ránd í röð og gerir þetta mjög auðveldlega hérna. Þetta er eiginlega allt á bakkinn á Midgard og Þorstinni hér. Já, Midgard búinn að vera mjög öflugur á þessu tímabili. Kruse bara að chilla þarna á botninum. Ég ætla að búast við því að hann sé að brakka alltaf mikið svo sem. Það heldur sé ekki svona að reikna með honum. Kókó opnar þetta á Stjána gula. Tekur það bíinu. Vanger risastór með 2 í röð. En B-sætið er í stór hættu. Bjarni mollast þarna. Nær default plantinu. Nær að gera skaða á shortleikmanni líka. En Kruse nær fragginu. Kruse og Kókó 2 eftir. Vappi. Og þessi grena var góð. Kruse á 10 HP. Bomba við niður. Steppi Kókó þarf að vera stór fyrir sitt lið. Snúkar hérna fyrir hurðina í market. Kókó finnur Vanger, viss af honum á shortunni. Hérna kemur flankið eins og það í B-húsinu. Kruse spotta hann! Þetta kemur hérna niður en Kruse var lág. Vírus tekur þetta, klára rándið, jafna leiki fyrir Vega. Kruse spottaði hann á bara besta tíma raunveru, eða svona síðasta tíma sem hann gat séðan en náði ekki að vinna fætin hérna, náttúrulega bara við 10 HP, erfitt á mundi MP9 í close range allavega. Og við fáum jafnan hálfleik. Það er spurning. Sko Bjarni og Vanger eiga ágætan hálfleik. Þeir eru komnir í tölur allan í frökkurinn sinni 14-12. Spurning hvernig hann á eftir að tefla fram leikmanni eins og Vanger sem hefur verið þekktur fyrir já bara entry stæla
á lifum. Ef hann í formi þá gæti þetta verið mjög áhugaverður terrahálíkur hérna fyrir Vega. Jútil á 2 Vankir og Stjáni, þetta bara A-set take hjá þeim og það bara 1 Dusty maður að spotta frá CT. Spókarinn ekki CT út, þannig að það sjensinn fyrir Þorstein að vera stór. Þetta brampin allavega. Smókarnir eru góðir, hilja alveg. Þorstein þarf að spila retake hérna á A-inu, eiga hins vegar hennan leikmann í miðjunni. Þorstein blindast hana og margir að mæta vírusina, sér það marga. Trade 1 fyrir 1, hérna retakið 3 frá CT, 1 frá Jungle hjá Dusty. Sá allan að 2, Birnir er hausaður, eiga ennþá Hauki horni sem að kemur úr tenginu. Það var vel að tímasetninguna rétt. Dullur hérna, keyra í rampgörinn. Þetta er viltu bardagi, hvað er þessi stað? Vankir fellur. Reppi tekur Bjarna í tengi og þetta er búið. Þeir vinna þetta round, þetta er ótrúlegt. Þetta var... Hann eitti 20 kúlum í hann. Þetta leit ekki út þessu úrvarsdeilda fætarna í rampinum allavega. Nei, þetta var silver. Íðilegt samt, það var að retaka hana með 2 gæjar á dullum. Já. Ekki þægilegast í heimi. Alls ekki. Ég meina þeir voru í fínum stöðum. Það voru 2 bardagar náttúrulega sem að þurfti að vinnast. Annarkvæmt rampurinn eða tengi töpuðum báðum. Já. Alveg, eða bara einhver af þessum fætti hafa gert alveg fullt fyrir þá. En einhvern veginn tapaði öllu. Ég held einhvern veginn þessi leikmaður í tengi var að fara að vera stærri fyrir Vega. En hann náði ekki alveg nógu miklu hann út úr þessu stuði fyrir sitt lið. Er þetta að taka Vega membership af mönnum eða? Já, ég meina current membership, já. Vírinn alltaf, átti sig alltaf stað. Þorstein tekur vírus, sparandi á Vega. Hann uppfæra einhverjar deiglur, 4 deiglur á þeim núna. Midgard, það er allt í haus á drenginum akkurat núna. Og Þorstein heldur áfram. Kom með 2 í þessu rándi, Stjáni Guli leitar með deiglunni. Spottaður hana, sýnist mér. Já, ég held að. Þorstein takkar hana vel niður. Og er þá að leita að hvort að Vankir geti gert eitthvað. Steppi góð og klárar þetta. Það er 8-6 Dusty með 2 í röð. En hérna ætti að koma AK-kaup inn. Og hvað ætlar Bjarni að kalla fyrir sitt lið? Voru að búast við Mirage-pikkinu. Hlýtur að búin að kúka upp eitthvað frábært strátt hérna. Það er spurning hvort að hann hefði getað að reikna með að Midgard sé í svona góðu formi. Hann er að fragga í rauninni fyrir No. Bæði fyrir Birnir og fyrir Cruiser. Já, Midgard er bara búinn að vera mjög öflugur allt þetta tímabil og hann heldur því áfram hérna. Það eru góð með í Þorstein. Í þetta flassið eitthvað. Hérna kemur að ekki gott flass. Nei, flassið er bara grútlélegt. Heyrði allavega eitthvað flass poppa en það blindaði ekki neitt. Cruiser kannski ryðgað með flassi frá aðeinu. Gæti verið. Þeir eru að púsa BLB hérna. Það er Vega-maður hérna fyrir utan terspónu að bíða þessu. Furious tekur hann og tekur líka Midgard. Það var snirtilegt. Og bíðið klýr, Vega-menn hlaupa inn á bíðið. Þetta var mjög styrtilegt, Tommi, það er rétt hjá þér. Bjarni kominn, ég held að Kókó hafi hýrt í þessu jumpi. Vírus hins vegar tekur Cruiser og þá er aðeð tómt og þeir vita af Kókó. Og Vírus getur í rauninni haldið, en er hann búinn að búast við því að Kókó sé búinn að svindla sig yfir? Nei, ég held hann ekki. Já, hefði getað haldið bara mörder. Já. Gerði ekki ráð fyrir tímanum sem að Steppi hafi til þess að repositiona. Steppi er bara að fara að halda þessum AK. Reyna að finna einhver exit. Skemmtilegt að það sé búið að nota Cloud9 stikkera til að gera meira bláan á stöðunum þar sem hann er ekki blár. Já, það finnst ekki á. Og hann að Envy líka. Er þetta eitthvað vörð eða? Ég veit ekkert þessa limmi, ég er bara að viðurkenna það. Nei, ekki stikkera meira. Þegar ég var að vesla þessa limmi fyrir þinn AK, þá væri bara please ekki vera dýr, sko, guðminn almáttuður.
Gifti ekki bara eitthvað ódýrt. Sástu hvernig ég náði að skrapa allt af þarna Forest með honum? Já, já, Þetta já. er bara Forest, Já. mér finnst það mjög cool. Það er geggjað sko. Þetta var bara ótrúlega flott og ég bara aftur þakka kærlega fyrir mig. Já, en vondu fréttirnar, Tommy, eru að hann er trade-bannar í viku. Þú fær hann eftir viku, kallið minn. Já, allt í góð, allt í góð. Það er bara flott. Þá fer maður að grænda síðan þegar deildin er búin. Já, það er ekki. Jú, það er alltaf þannig. Mátt þú taka þátt í fragmátinu eða? Já, ég má það en ég vel að gera það ekki. Og við erum að gera það ekki. Er Jón að taka þátt? Ég held ekki. Nei. Ég held ekki. Það er alltaf smá skrítið að vera admin og vera líka leikmaður. Já, þú veist, það er alveg fluff vitið það manna best. Já, einmitt. Það hefði verið geggjað að við komum upp í einhver skandall núna. Þegar LeFluff var að spila, skilurðu, og var í Dusty í það, sko, þá hefði allt gjassamlega sprungið. Já, hann mátti reyndar ekki taka ákvarðanir í Nei. úrslildinni sem að innihalda einhverja leikmenn þar. En þú veist, það er ekki skipt neinu máli. Nei. Þetta er bara lítið svo illa út að Já. fólkið er brjálast. En hérna kom að veka... Það er að finna eitthvað upp rappinn, hann tveir verið störa. Þeir eru að velja allan að rétta stuðu til að pússa hérna á. Birnir er á CT. Ekki að eiga góðan leik hinga til. Það er rótið til sín. Góðar grensur og Birnir, hann bakkar á þessu. Furious, heill hilsu. Nú eru 3 menn á Dusty að fylgja sérna með aðinu eftir þessa pressu. Veka hefði ekki að tekið miðjuna meðan aðeins búinn að missa af glugganum. Já, hérna er Þorsteinn með þess að búin að fá fullt af plássi til að skoða undergroundið. Er takkar hérna langt niður. Og rítakaði mitt, svo að mæta þeim. Mólaðið út snæper, voru 2 þar sem ætlaði að double-picka væntalega. Góð grensa! Krúsin er að henda niður smókaða á Midgard líka. Spurning hvort hann hafi heyrt þarna í Midgard þegar hann hoppaði. Tekur fyrsta hérna í húsinu. Glæsilegt hjá Stjána að taka Midgard út og þá er langt í rótiti á B. Þeir eru 4 að æða þar inn. Furious verður að vinna þennan fight en skilur allan eftir Þorsteinn Láan, 36 HP og 29 á Birni og Þorsteini. Báðir á shortinu, 2 vegamenn en þeir vinna báða fightana! Vanger. Þetta er ótrúlegt! Þið voru eitthvað hlaupaðan og short, ég var 100% staðið þeir væri að fara að tapa þessu en einhvern veginn fellur hvoru hér á Dusty og þeir vinna bara fightana. Þorsteinn missir held ég það bil 18 HP. 18 til 20. Og líka stóra í þessu er hann að Furious er góður í stöðu á miðjunni. Ef hann nær þessum fightana á móti manni sem bjóst alls ekki við honum, þá er Dusty bara farnir í spar. Þá eru 4-2 og ég meina BS til löngu fallið. Bomba byrja að tikka og allir konir í þægilega stöðu og þetta... Þeir tóku rétt að ákvörðan að veka en þarna er bara CS guðirnir að hliðhollir Dusty þarna á shortinu. Já, en náðu að bústa og þetta einhvern veginn reddaðist bara. Já. Þetta var samt svona millisekúndu spursmál. Vanger æfir hérna. Taka fæti á miðinni Dusty og tapa í. Þetta er eitthvað að reyna að jafna það, kemur Grenan. Tekur Vírus niður í 47 frá 74 og það gefið þeim góðan séns inn en það er 1 leikmaður, Vanger sem er á diglu, það er spurning hvort að hann á að uppfara einhvern veginn. Furious með full armor og scout líka, þetta er ekki besta staðan en Birnir ætlar að leita að infói hér, gæti labbað, er taggaður, 27 HP á honum. Og taktu eftir því hvernig restin af Dusty er að spila þetta. Þeir eru 2 á shortinu sem gæti verið langt og rótið þarna yfir í tengið. Þetta er hratt flank sem þið fá. Hvað nær Birnir að kaupa mikið tíma er spurningin. Bjarni finnur fraggið og hérna kemur smókinn fyrir Krús hefur verið mjög snöggur í bak hérna. Enginn að halda því eins og staðan er núna. Midgard kemur, CT, Vanger, hann á dígul, hann næri ekki að gera neitt með þetta. En þeir eiga rampinn, þægilegir í rampinum, geta spilað að hvorum öðrum. Midgard hins vegar á smók, geti smókað hérna út. Smók og Molly. Það getur Molla rampinn, en hann er búinn að repositiona þetta og Mollin er þetta farinn hvað sem er. Hún er eitt leikum að vega komin í Palace.
Smókur og bombu. Þarf að svinga langt hérna til að... Stefan. Og Bjarni finnur hann ekki ennum smók. Vega koma tilbaka hérna strax í gunroundinu. Þetta svona svo close roundina. Dusty heldur betur að spilna tilbaka í þessum roundum þó að þeir líta mjög oft illa út fyrir þá. Hér ákvörðun sem þurfa að taka með peningin til líklega Forsberg, Þorsteinn og Steppi Kókó eru á double save territory. Þannig að ábyrjaðir er alltaf spara, ok. Birnir væntanlega að spara fyrir Vappa hérna fyrir Kókó. Það gæti verið vendirpunktur hérna fyrir vörnina hjá Dusty. Flassinni verið ætla að fara allir shortina nema Birnir sem að flassar út á miðjuna. Það late mid-take samt hjá Vega er bara þægilegt fyrir þá. Þið geta bara beðið eftir einhverju kontakti eða eitthvað. Þeir eru búin að labba út. Flassið kemur bara ekki. Það verður áhugavert. Lík spray hérna, vilt spray en Vega hitta loksins skotornu sínum. Þetta var stór skemmtilegt og þeir vita að Flassi kom frá A-inu. Þannig að þeir geta hlaupið allir fjórir hérna upp og óskað eftir einhverju kraftaverki frá Birni. Það er fyrsta en ekki meira en það. 9-9, það er allt jafnt í mér ass! Já, þetta er það sem ég talaði um á henni að Steppi Kókó er á 3-4 og Þorsteinn á 3-7. Geta keypt MP9. Og Krúsin alltaf bara á 3-9. Já. En þeir fari kaup Vappi á Steppa Kókó þá væntanlega. Já, Kókó kom með Vappan, forsaði þetta niður. Ekkert jútil á Þorsteini. Þetta er eins pöggi og það verður. Algjörlega. Þetta er ástæðan fyrir að sjáum yfirleitt menn fari í hitfossið en Þorsteini leið betur á að reyna að koma Vappanum á og Steppa og hinni var bara low by. Þeir eru 2 á aðinu núna, Vega er að fara að koma upp rampinn. Kontakt jafnvel. Virðist vera á Krúsi með þess að nálagt hérna í jungle. Þetta er fullkomið setup hérna í raun og veru. Flassi ekki verið ná og geta svinga með því. En Þorsteinn var að halda sér tvökkum. Og grinna þeir. Þeir eru rúðlega ekki bara kríkir að Þorsteinn hérna. Geta ekki búist við Þorsteini hérna. Það er ekki séns. Þorsteinn tekur 2. Með 2 felur sinni smók. Nær 3! Og æðir í Bjarna og þá er hann 1 eftir á móti 3. Midgard með trade-frakkið og 10-9 svara leið með fullkomið setup á A-sætinu og galdrabrauð frá Þorsteini. Þetta rándar bara algjörlega á Þorsteini, tekur 3 þarna mjög smekklega. Hélt eiginlega að hann væri í erfiðri stuðu eftir að hann tók fyrsta en náði 2 viðbót, virkilega verið gert á Þorsteini. Og skemmtilegt við þess að stjörnuleikmenn að þeir alltaf ná að galdra leikmann nr. 2. Vega er meitt, hetju AK hérna Furious en þetta er samt spar þegar stefna á kaup í næsta raundi. Vangur taka hann inn í 20. Degluleikmaður. Bjarni ekki ánægði með þetta. Vissi upp á hár hvað Midgard væri. Krúsir bara búsa. Þeir finnum bara að reiða sig á að AK-inn sé að fara að galdra eitthvað upp hérna fyrir þá. Gæti svo sem verið. Mæta akkurat Vappanum, Krúsir að fara að koma þetta í bak. Þeir eru aldrei að fara að búast í honum í þetta skipti. Nei, það getur ekki verið. Hann taka löngulegina líka. Enginn heyrir í honum. Vírus er samt að horfa, ja varða, en hann er bara glokk hana, er það ekki rétt? Jú. Smókar samt. Þeir smóka hann út. Stór skemmtilegt, Kókó nær Furious, það er AK-inn. Krúsir er að bölva af hverju þeir smóka hann út. Hérna. Vírus er að fríka slega, nei. Ekki lengur, nær að skipta upp í AK og Dusty komnir í 11. Þetta er randið sem að Vega þarf að gera eitthvað síðan. Dusty ekki langt frá að sigra þetta map. Bjarni kaupi Galil, bara Digla og Furious náttúrulega sem að forsaði AK í síðasta randi. Hinum einn er þægilegt kaup og byrjar að byggja smá banki á Dusty. Þegar að mæta mitt, það eru margir Vegamenn að bíða hérna. Það gerist þarna, Vangur þarf að ná 2 og gerir það. Næsti leikmaður upp miðju hins vegar og Vangur með 3!
Þetta ótrúlegt! Og Vírus, hann kominn framalega Palas. Krúser eins og þar grípur gæsina og að pússa á Kókó hinum með líka. Að leita en þeir eru nokkri Vanker með bombu, Krúser getur fundið bombuna. Má eiginlega ekki falla hér. Vanker býst við þessu. Tímasetningin ekki góð. Kíkir þarna upp. Má ekki falla með bombuna. Verður að rótið í burtu. Veit þá að einum. Hann í B-húsi, hann veit ekkert af. Og hvað gerir Vanker? Hann örugglega að fara að tapa bombuna. Býst ekki við manninu í B-húsi. Hann gerir það. Hann hleypur á stað, Steppi. Æðir á stað. Leikmaður að mæta í undergroundi með honum. Þá Krúser neyddur til að taka þátt í þessu klötsi. Vanker á eisinu hérna. Komin á vappan, Bogdan sló. Vanti komið niður á B-sætinu. Sá í byssuna á örugt frakk Vírus. Klárað það en þetta Vanker alla leið. Vanker að halda sínu liði inn í leiknum hérna. Ég held að þessi top midfight var að bara fara allir til Dusty. Já. En Vanker settist bara á raskati, kannski ekki þekktast fyrir það og spreyjaði sig til sigurs. Þetta fyrsta play sem hann búinn að eiga hérna í seinni hálfleik. Endaði fyrri hálfleikinn á 12 fröggum, komin í 16 núna með þessu 4K. Þannig að hann vonandi byrjar að taka þátt hérna í seinni hálfleik. Þetta mikið eftir rándi hérna, bankinn núna tómur á Dusty. Vanker settur í entry stöðuna hérna á B-inu. Tekið niður 23 HP Midgard. Já, sýnist það. Þarna. Þarna sá hann. Til út. Djúpu molli og Midgard. Hann þarf að Vekar að býja eftir infóin á mitt á meðan. Hann að fara að kíkja þarna, Steppi. Hittir ekki nær mögulega bakka hérna. Krúser tekur Vanker í B-lobby. Vírus tekur Steppa, þeir vita af Krúser. Með bakku frá short líka. Krúser tekur mikið að barndum í gangin að Bjarni að lurka ekki úr smókin. Birnir komið 400 af Bjarni, einn eftir. Þarf að gera skaða hér að minnstakosti. 55 sekundir eftir á klukkun og 3 leikmenn að finna. Með bombun á bakinu allavega. Smá jútil til að tala Krúser getur reiknað með því að hann sé að fara að spila. Krúser með þess að bara leitar að frakkinu. Niður minna að komi púki í Krúser. Þetta betur Dusty bara gera miklu betur hérna í kaosinu. Þegar kaosi kemur þá mæta bara allir Dusty menn í fætin og Vekamenn eru bara rílaðir. Já, nota Krúser líka mjög rétt. Þú veist, við töluðum fyrir leikinn. Kannski riðgæðasti leikmenn á serverinu, mögulega. Og eru bara að nota rosa mikið infoplay, pússa hér og þar og bakka alltaf. Hann bara að pússa endalaust. Hann er rétt. 5 bíllur á Veka, þetta ekki draumakaupi hérna. Furri opnar það samt á Birni. Dusty komur í 12, Veka fyrir á 2 röð til að forsa hérna overtime. Klikkar á þessu skoti og takkaði mér í 12 en Þorsteinn tekur Furious út. Midgard heldur áfram að raða inn fröggum. Og Bjarni hásbreytt frá þessu og þetta situr allt á Stjána Gula og Bjarna 9 Veka leikmönnunum til að reyna að púsla þessu saman. Krúser komin á terspón, röngum megin við það. Eins og ofta að við búin að pússa. Óþolandi staða fyrir Terrana að vera í. Vinars komin í Steppi Kókó að bakkanu upp. Vappalínu rétt mistið af Krúser þarna. Verður að fjarma af þeim heldur betur. Af Krúser. Og þetta lítur út fyrir að seinasta rándið í þessu mappi. Hér höfum við það, Þorsteinn innsiglar það. 23 frögg á honum. Þægilegur Mirage-sigur hérna, eða hvað? Já, ég meina þælur, mjög close. Ég myndi segja aðalega Dusty héldu sér í góðri stuði fyrir hálfleik bara með skaða í þessum sparandum. Það var að stærsta í raun og veru sem að heldur leiknum mjög jöfnum. Bara leið og Veka tapaði gunnrándi þá var bara bankinn farinn og það erfitt fyrir að gera eitthvað úr því. Og
Já, Dusty kláraði síðan. Kruse að gera virkilega vel. Náttúrulega kannski ekki alveg í formi til þess að vera að spila á þessu leveli en var að info rosalega vel fyrir Dusty. Og já, gerði mikið gagn fyrir liðið sitt þó hann var ekki að fragga mikið. Já, það er nákvæmlega þannig. Dusty allana komnir einu mappi yfir. En engar ágjur Vega, þeir pikkuðu info í efast að Kruse getur ítt niður banana í hverju rándi eða hvað. Við komumst að það eftir smá, ekki vera langt. Wait, is he switching lanes? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Velkomin aftur, já, Dusty, þeir voru að fara, já, ég ætla ekki að segja að það hafi farið illa með Vega hérna í Mirage. Við náttúrulega vissum alltaf að pickið hjá Dusty völdu Puggy map og spiluðu rauninni bara eftir því og spiluðu eftir og breyttu dálítið veikleikana sínum í styrkleika með að nota Cruiser að pússa þarna út í rauninni bara allt sem hann gat og finna info og vera erfiður fyrir Vega. Nei, það var bara alltaf þegar Cruiser heyrði report leikmann einhver staðar annar staðar á mappinu heldur en hann var þá pússaði hann sína stöðu eiginlega. Og já, ég held að hann hafi nú alltaf fundið gap einhver staðar, náði kannski ekki alltaf að gera eitthvað úr því en fann alltaf í upplýsingar fyrir liðið sitt sem að þeir gáttu síðan nýtt til þess að gera eitthvað úr því. Já, og já, við getum líka talað ég ætla að segja bara besta leikmann á serverinu, þannig að Midgard, hann var on point. Já. Fór ekkert mikið fyrir honum samt, en þú veist, 26 frögg, þægilegur. Já, bara líka í mikið af þessum tight roundum, þá var hann að ná killum og þú veist, það var eiginlega ekki bara fyrir hann fekk vappan í hendurna sem hann hitti ekki í skoti. Eins og þú sagðir bara þegar þú varst að lýsa þig kannski leikmæður sem þekktastu fyrir að vera með vappan og það var ekkit rosalega mikið einhverja vappa highlights þarna, þú veist, vírus með byrjaði þetta leikinn mjög vel og var að opna fyrir sína menn en síðan einhvern veginn ég var rosalega vonsvikinn á Vega að láta fara svona illa með sig í Glock-roundurum. Þau særðu örugglega mjög mikið. Já, ég held að það sé sérstaklega bara þáttur í því að þeir eru ekki mikið að spila þetta mapp og sérstaklega ekki í svona competitive CS, þú veist, þeir voru bara djúkaðir basically af Dusty þannig sem komið sér bara í góðu stuð með Glockana og ná að taka það út. Ég myndi ekki halda að Dusty sé að vinna svona rándi í mappi eins og Inferno á móti Vega. Þeir sé ekki verið að koma jafn mikið óvart og þeir gerðu hann í Mirage. Já, og kannski lokum bara Mirage bókinni og sem Vega maður þá kannski bara þurfum við aldrei að tala um það aftur. En byrjum að tala um Inferno. Fyrir leikinn þá varst að tala um það að Vega eru kannski, þeir eru búin að pikka þetta map en eru samt búin að tapa því. Já, tapa á móti hvað? Þeir tapa á móti Ármanni. Þeir vinna náttúrulega söguleikinn. Samt svona, það var leikur sem þeir áttu basically ekki að vinna. Þeir kompakuðu þannig alveg svakalega. En það náttúrulega á ekki bara við Inferno, og verður þetta bara flest möppi sem hafa verið að pikka af einhvern veginn tapast. En þeir hafa ekki efnað því að tapa því núna. Þeir eru alveg með svona góð grunngildi í Inferno. Þeir kunna all basicinn og eru með executes. Og Bjarni líka virkilega sterkur í að mittra út kóla í þessu mappi. Þannig að ég myndi alveg favor þetta Vega hérna, af því að ég held að Dusty sé ekkert svakalega undirbúnir. Skrítin staða samt sem að við erum að horfa á akkurat núna, þú veist, Vega komandi inn í deildina, þú veist, þetta er náttúrulega lið, bara prakka saman, spila mikið saman, síðan Dusty yfirleitt verið talað sem svona the team, liðið sem prakkar endalaust, síðan kemur Þorsteinn viðtal fyrir leikinn og bara, já, við erum bara pugg, þú veist, við erum bara pugg. Inferno kannski ekki besta mappið til að spila sem pugg. Nei, en þú veist, það náttúrulega kemur í viðtal og segja þessi pugg, er samt búin að spila fleiri keppnisleiki heldur en við Vega undanverði, sko. Já, en nei, kannski ekki, en ég sá að þeir voru samt eitthvað að spila Inferno í þessu móti hannu daginn, þannig að, þú veist, þetta er ekki alveg eitthvað svona mapp sem þeir vilja alls ekki spila, þeir greinilega hleypið sér gegn. Þannig að, þú veist, alls ekkert eitthvað hræðilegt mapp fyrir Dusty. Nei, svo sem ekki. Mér langaði líka að minna fólk á. Svona fyrst við erum pre-game og við erum að býða til leikmennum að serva inn og við erum búin að peppa laugardaginn. Við erum líka að peppa, sko, það er úrslitaleikurinn og það er aim-hitjan og síðan er vennulega en síðan er Red Bull Award Show. Já. Red Bull verða þarna með risastórt og ljóslæri líka og allir og síðan koma þessir fallegu gripir hérna og ég held að þessi hlutir sko, mér fannst rosalega gaman til dæmis þegar ég var ungur þá vann ég þetta hérna mestu framfarir þegar ég var í körfubolta þetta stikkar með mér rosalega lengi og ég held að þetta stikkin er dálítið lengi með mönnum inn í svona ævina og fólk sér alveg på þessu stendurinn og kannski ég lesi þetta fyrir Já, herru, þetta eru mestu framfarir þetta er Rifle ásins, AVP ásins,
lið ársins og leikmaður tímabilsins og við tveir erum nefnd allavega sem er mjög skemmtilegt og náttúrulega það eru fáir sem að horfa jafn mikið á Counter-Strike og við tveir allavega íslenska. Allavega þessa deild, já. Já. Og mér finnst það bara mjög fínt og síðan fengum við bara gott lið með okkur og við erum að velja þessa leikmenn sem að eiga þetta skilið og þetta verður allt saman tilkynnt mjög snemma í útsendingunni á laugardaginn hverjir eru að fara að gera tilkall að þessum velunum hérna í kvöld og það eru nokkur ný nöfn þar á lista sem er skemmtilegt. Einmitt, allavega þeir sem er búið að ræða hingað til eru margir með þess að í hverjum flokki sem að eiga skilið. Þetta verður alveg erfitt fyrir okkur að taka loka ákvörðun. Við erum svona aðeins búin að ræða þetta og það eru nokkrir flokkar ennþá eftir, Tommi, sem við erum alveg óvissi hvernig fara. Já, það er bara nákvæmlega þannig. Við tökum mið af deildin eins og hún spilaðist í þessum Best of 3 seríum. Hún er alltaf stóra Best of 3 seríu sem voru spilaðir í staðinn fyrir þetta Best of 2 eins og fyrir tímabilum. Og síðan náttúrulega það hefur heilmikið virði að komast í úrslitakeppnina. Nú eru sum lið búin að spila 2 leiki, önnur bara 1 og detta út, þannig að það hefur eitthvað gildi. Þannig að þetta reiknast allt inn og við getum allavega ekki tekið úrslitaleikin, það er eiginlega ekki hægt. Nei, ákvörðun verður tekin fyrir úrslitaleikin, en við munum líklega taka, við náttúrulega sjáum þessa leiki, hvernig þessi leikmenn eru búin að spila með þess að undan úrslitunum, þannig að það náttúrulega hefur áhrif á dómgrindin okkar og meira að segja þessi leikur sem að horfa núna, þannig að við þurfum að fara að taka það síðan ákvörðun þegar svona fljótlega eftir að þessi leikur klárast. Já, við verðum bara einfaldlega að gera það og við minnum aftur á laugardagurinn, þá verður risapartí hérna á, hvað er ég að gleyma einhverju, það er Red Bull Award showið, það er verðlaunaafhendingin, það er bara afhenda bikarinn, það er úrslitaleikurinn, það er aimhetjan, skitta ljóslegarans, við verðum samt að reyna að vinna mark. Við verðum eiginlega. Já, þú veist, við erum aldrei að fara að vinna hann, en við verðum að reyna. Ég ætla, eins og ég segi, þá ætla ég að koma hana bara 10 mínútur áður en hann eða bara að fara að hætta og hann er bara gjörsamlega búinn á því, heldur engu fókus. Þá ætla ég að koma hana og reyna í hann. Ég held að þessi fáir menn sem að drekka jafn mikið Red Bull og hann. Talandi um Red Bull, verður til að grípa kannski einn fyrir okkur sekund? Endilega. Þú vilt bara fá venjulega eða ekki? Já, ég bara stay with the classics eins og maður segir. Já, það er bara hann. Gjör svo vel. Bestu þakkir. Og það er stutt í leikinn. Hérna er Vega komnir með bakið rækilega við vegg. Já. Þínu menn, að sjálfsögðu, við erum að fara í Inferno. Hefur verið eins og talar upp og ofan. Kannski ekki bestir í mappinu en klálega advantage sem við hafa yfir Dusty. Byrja termein. Heldur að, þú veist, þetta er búið að vera að spilast aldrei skrítið, Ísland náttúrulega rosa T-sided þessa mundir. Hvernig heldur þetta að fara í þetta? Fer þetta í 3. mapp? Ég ætla að trúa að þetta fari í 3. mapp. Ég þarf samt að sjá sterkan terrháleik frá Vega. Ef að Dusty vinnur fyrirháleik sem City, þá líst mér ekki nógu vel á þetta, ef ég segja eins og þér. Ég vil sjá bara masterclassu Bjarna kalla, ég vil sjá heitan Furious, ég vil sjá heitan Vanker í Entria og svo vil ég sjá þá öruggari í anti-íkonum þegar þið fá þau í sig. Það var svolítið, ég ætla að segja að þetta hafi verið svolítið svona illa að spila hjá Vega þarna fyrsta mappið eða svona nokkur keyround út af að þeir eru ekki valið mappinu en þeir þurfa að sanna fyrir mér hér í Inferno að þetta hafi bara verið mappið og þeir séu tilbúin að spila. Ég held þeir óttast Dusty ekki neitt og ég held að Bjarni eigi eftir að kalla mjög aggressíft líka. Þeir vilja ná bananum, þeir vilja kannski kernum mitt í einhverjum rándum, eitthvað þannig. Og ég er að vona að þeir setji tóninn bara mjög snemma í þessum hálfleik. Heldur að Virus verði stærri hérna í Inferno heldur að hann var í Mirage? Þetta er náttúrulega ekki klassískt vappamapp þannig séð og sérstaklega ekki tímegin, sóknarmegin. Hvar eru við að sjá Virus spila í þessu heila dæmi? Eru við að sjá hann taka baksæti þannig til að við komum City? Ég býst meira við að hann sé á AK bara í Terr. Ég held ég fái að sjá meira af vappanum hans í City. Kannski pikkar hann upp ef það pikkar hann upp frá City-unum eða ef ekki er að ganga hjá þeim þá kannski prófar hann að vappan.
En ég held samt að upplægja á Vega sé frekar að spila 5 riffla í þessu mappi sem terr. En ég get alveg aftur áttur mér það verður áhugavert að virkast með akkurat þeim punkti. En við erum fyrir live. Er þetta síðasta mappið sem Vega spila á þessari leiktíð? Eða ná þeir að ýta þessu yfir í núk? Við verðum að komast að því akkurat núna. Vega, termin! Að bíða eftir einhverju pussi hérna frá CT-unum Dusty. Þeir eru rosalega mikið alltaf í doppel-dullu setupum Dusty, Birnir og Midgard. Birnir allan að næra að svara, ég skil ekki alveg hvernig þetta var hauskot en allan að endaði þannig. Birnir kíkti mitt, sá engan mitt, hann er búin að segja félugum sínum að þeir séu að fara að fá alla Vegamennina í sig. Þeir eru réttum einu lífinu og smókurinn komið fyrir CT. Þetta er erfið vörn að brjóta og flassið dynur hér. Kókó byrjar þetta en Stjáni Gulli nær að svara og þarna er vörnirinn ekki að halda. Stjáni Gulli! 3 eftirkill! Rísastór fyrir sína menn og þarna Ótrúlegur! verða þeir ánað þessi rándi byrja leikinn vel. Birnir kemur inn ekkert. Engin kit í play og hérna er í þægilegu afturplant setup að spila í Ninja og á þríhyrninginum. Og Vanker klára þetta, stök snild, skiptir í dúllur og fyrsta rándið fyrir Vega. Og Stjáni Gulli, hann er bara skælbrósandi fyrir. Þetta er akkurat punktur sem að ég hef mikið talað að Stjáni Gulli er ekki búinn að bæta þess mjög mikið sem akkeri, heldur er svona einn af hans helstu styrklingum fyrst mér hvað hann er alltaf rólegur í endurjónum. Hann tekur einn og er aldrei að stressa sig neitt. Þannig er að við með Glock þannig að hann er ekki bara að missa eitthvað spray en sérstaklega hann með AK eða eitthvað þannig. Hann er bara að tikka menn. Hann missir sig aldrei í eitthvað klikku spray sem gera að talsett líklega að ná ykkur út úr endurjónum sínum. Hann er komað inn við mitt allir Dusty menn. Vega að taka betur út þessu antík og þetta er komað í Mirage. Missa bara eina byssu. Já, og það var Mach 10 í þokkabót, þannig að þetta er bara fín byrjun að það hjá Vega. En hins vegar M4 kaupið sem kemur hér út. Það er aðeins minna Util og glöggir taka eftir því að það er engin Cruiser inn og Edison er komin inn. Bara minnast á það, Cruiser var í 1 mapp og Edison er komin inn eins og við kynntum í byrjunleiks. Cruiser skilaði klálega sínu hérna og nú Edison að taka við. Vonum að það hafi ekki verið eitthvað alveg rétt hjá Edison en hann er bara komin hérna aftur þannig að hann er alltaf góður. Fyrsta gunnandi hjá Dusty. Skemmtilegt silent boost þarna upp í boilerinn og þetta er skemmtilegt setup hér, það verður að segjast. Það er hægt að spamma alveg í endan á þessu. Þeir eru að fara að mæta þau Mach 10 svona hvernig krossa þeir. Beilúsi bomba liggur. Setup hann hjá Dusty. Hann er á bombunni og skilur hana örlítið eftir. Furious þarf hins vegar að finna einhverja leið til að taka tilbaka. Það eru 2 lágir á A-sætinu, Þorsteinn og Birnir. Birnir á sérstaklega 27 HP og honum Kókó eins og með M4 þetta í Marko. Skemmtilegt setup hérna upp á svölum og í greifju. Fullt af Util. En ein makka á Vanker gæti kostað á. Þetta er að fara að kíkja hann á mjögulega fullkomnum tíma. Nei, missir af þeim. Hérna koma Vegamenn að reyna að klíra sætið. Þetta breytist bara í flank. Þetta breytist í flank á fullkominni tímasetningu. Furrinar á opnundan á Midgard. Vírustöku Birnir, Steppi komin í fullkomna flakkið sem þú talaðir Flassi dynur hérna og Róteti komið með þessa í library. Þeir eru í hræðilegri stöðu. Þeir eru enga smók. Vírus á ekki að ná Kókó en allavega ná að búa til fyrsta rándið sinna þetta Dusty. Það var skelfilegt spray. En Vega náði að þetta leita ekki sérstaklega vel út þegar voru byrjað executið en náðu þannig að 2 en Steppi Kókó á frábæru flanki. Það er að svara þarna og Anna Kauprand og Vega náðum alltaf eins og við sögum mjög clean þarna í góðrandi þannig að eiga þetta pening.
Já, mökkurnar náðu með þess að bróðupartinum af fröggunum, þannig að það er ekstra peningur. Þorsteinn F hins vegar á MP5 kemur hérna niður bananan, æðir niður bananan í rauninni. Það er búið að setja kunna default utility sitt greinilega mjög vel í þessu mappi, Dusty. Skilja núna eftir Þorsteinn F neðsta banana. Hún er að róteta einu leikmanni yfir á æð. Smókumark og Vika enda að reyna að taka bara take á mixinu, hérna koma þér upp. Gott flast, þetta ætti að vera fragg á Stjána og hann fellur Midgard, droppar niður í gryfjuna í kjölfar á því og Molli í mixi. Banana var að koma smókum niður, Þorsteinn tekur vanker. Geggjuð byrjun á þessu rándi hjá Dusty. Og Bjarni snýr aftur við. Það að labba Marko og reyna að finna pick á Step Coco. Fæna flass frá vinni sínum. Það kemur hér kemur flassið. Býð eftir flassinu og samt sem áður Coco með 2. Það var fáðan hana. Og Byrni kemur hjálpar honum og þeir sigla þessu bara allir 5 lifandi. Og þetta verið bankan hjá Dusty en Vega hins vegar bankinn alveg farinn. Sko þegar þeir eru með rétta playið og þeir ná samt ekki fragginu, það eru áhættumerki. Það er slæmt. Hefðu getað galopnað það. Já, það er aðalega skotið hans á hana fyrsta manni. Man ekki hvort það var Bjarni eða Þurri sem fjallu á hana fyrst, en það var alveg frábær skotbar hjá Steppa. Akkurat mann sem venjulega hefði náð að taka hann út. Blokkur á Vegan, það var að gera eitthvað svipa við Dusty og Dusty náði að gera við þá í Mirage. Einn deigla á vanker, P250 á Bjarna. Ég er að spila 3 á banana early, vilja ekki gefa B-seti frá sér snemma í einhverju rössi eða bara banana frá sér. Spila mikið upp á hann í gunrondinum en gefa hann í sparondum. Hérna koma áflatti Glock. Við Molli líka. Supportive utilið alveg on point. Gefa CT-spúni frá sér og einangraða þar inni. Furious komin í library. Steppi Kók ætlar að pústa tennisinn. Midgard hana. Bakkarinn grifju. Það koma Vega úr öllum áttum. En Dusty vinna alla fæta hérna nema 1. Bjarni var að fella Midgard. En Dusty komið sér yfir 3-2 fyrir Dusty. Ómöguleg staða með Glokkur og P250s. AK-tum bara aðeins betri og þeir eru búin að frelsa 4 stykki. En nú kemur kaupið aftur. Engin vappi eins og talar vilja spila á rifflunum í sókninni. En hvar ætlar Bjarni að reyna að leysa þessa gátu? Þeir eru konur undir. 3 ránd í röðu sem tapast. Þetta hefur verið frábært ránd bara á rifflunum. Þeir voru að sækja og setja hann á 3 áttum. Það var mjög svona, þetta var erfitt fyrir Dusty. Ég voru eitthvað að reyna að pústa tennisinn. Kominn niður mittina Birnir, tekur 1 treytaður út. Steppi Kókó þarf að bakka. Já, Steppi Kókó bakkar. Við höfum væntanlega brunnið þetta niður í 22, gerir ráð fyrir. Já, hefur hlaupið í gegnum hennar Molla sem kom toppmitt, rétt mista á honum hann Birnir. Flastið er frábært en hittir ekki skotunum. Edison, bara annað flast! Hittir loksins skotunum sínum á Bjarni. Hann er kannski lára en hann vil ekki taka þátt í 2v1 fight hana. Gera þetta svo við Dusty hérna, hitta akkurat rétta tímasendingu til þess að sækja upplýsingar á banana. Þó að Edison hafi reyndar átt í stökustu vandræði með að sigla þessu þarna. Já, hann er að koma kaldur inn greinilega. Steppi Kókó er að horfa á þessa línu, tekur Bjarna. Midgard hittir ekki skotinu á tennisleikmanninn. Rétt missir af leikmannunum í gryfju. Kókó kom með augun á þetta. Stjáni Gulli eins og nær honum. Þannig veit að hinum. Furious er ekki að fara lengt verður og Þorsteinn með rífrækki lifa 2.
Og hérna kemur ákvörðunin. Þeir ætla ekki að pikka vappanu. Því að Kókó hann aðeins penning. Ef hann vill hann þá geta hann keypt hann. Ég vill ekki missa hann AK. Það er áhugavert. Alltaf við byggðum að þeir láta hann kaupa vappa. Stæðan fyrir að droppa AK. Já. Ég ekki ánægð með þessa ákvörðuna. Áhugaverð ákvörðun sko. Það verður að segjast. Já. En ég vilja halda þessi AK. Ekki taka þetta í fjármáraröggi frá Steina. Byrjar þetta að opna þetta á þurra. Tekur Bjarni út líka. Þetta sem fær bara í rauninni fullt af plássi til að hita sig upp. Þetta er bara eins og bara aim-up. En er tekinn út. Sveistinn að hjálpa honum. Eru tveir þarna á bananum. Stjáni Guli pikkar upp bombuna en það eru ekki góða líkur á því að þeir koma henni niður hér. Tveir á sikuru sætinu. Vírus byrjar að hlaupa. Áhugaverð ákvörðun. Og Vírus nær þarna einum út. Birnir Midgard. spilar í grifju. Ó! 2 og 2 allt í einu upp úr þurru. Talaði allt og fljótt af mér þarna. Það er ekki komið. Vá, þetta skotan á Þórstinni. Vírus allt og lengi að drulla sér í grifjuna og ná sér í byssu. Og svo þegar hann ákveður að fara af stað, þá var hann bara gripinn í einskísmannslandi þarna. Og Þórstinni hefði átt að gera betur þarna Vega. Já, við erum með tiltaki yfir þetta. Þetta er eins og kameldýr á Everest. Hann á ekki heima þarna. Nei, heldur betur ekki. Ég hef nú ekki eftir þetta á þér. Er þetta eitthvað sem þið fyndu upp á sem sagt? Nei, ég bara satt heima og var að skrifa niður eitthvað svona heimskulega hluti. Eins og ísbjörn á Suðurpólum og Já. Fiskur á þurru landi. Það er þetta þekkt. Það gerist. Eins og rauðspretta í jólabóði. Já, eitthvað. Þetta er áhugavert. Já. Þetta er það sem þú gerir á kvöldin, Tómi minn. Já, lítið ekki að Steppi Kókó með línu í húsi. Þetta sem hann opnið á vangi er enginn til að treyta hann og Steppi opnar, tekur það í húsi hann og Bjarna hittir ekki í skoti nr. 2. Snirtilega gert hjá Dusty og hérna eru þeir klínískir í sínum aðgerðum. Tveir að mæta hann minni Marko. Furri tekur Birni. Snirtilegt hauskot og eftirskilaði 2. Midgard. Finnur hólu inn að Furri, kemst á CT-spónu mögulega. En þeir eru byrjar að fylgjast með því, það er ekki að fara að koma þeim eitthvað sérstaklega óvart. Furri er samt bara chilla, hann er ekki komin á CT eins og er. Lappa bara framhjá. Steppi Kókó með línu. Midgard er að horfa þarna á Markoinn. Steppi Kókó með línu frá Pitt. Og Vírus nær engu á bíðan á meðan. Pitt er ekki Furri og Steppi Kókó klárar rándi 6-2 fyrir Dusty. Þetta er ekki að byrja vel fyrir Vega. Dusty er búinn að tryggja sér allavega jafntefli hérna í fyrri hálfleik. Vega er alltaf bara búinn að missa 1-2 menn löngu áður en execute á okkar sæt byrjar. Já, þeir eru ekki að gefa þeim neitt grið og Kókó með þess að skotskonum. Og já, Furious á 3 fröggum, ekki góð byrjun fyrir stjörnuriffilinn. Nei. Bjarni þarf að finna einhverja leið til þess að koma liðinu sínu í mixið og ná banana eða annarkvort eða og reyna að taka einhvers konar splitti execute án þess að þessi er búin að missa menn fyrirfram. Sáum til dæmis hann eins og við talaðum áðan sparandi þeirra, þá komust þeir í mixið án þess að missa mann og voru komnir í góða stöður en voru bara með glokka þannig gátu ekki gert neitt úr því, þannig að ef að mögulega næri einhverju svipu og því en þá náttúrulega, Dusty vissu þá vissulega að þeir væru spar þannig spilu kannski öðruvísi, það er ástæðan fyrir þeir komist í þessu stöðu. Kókó með línu með Kókó fær
rosalega mikið af plássi til að vinna með þetta, en er allavega stundum hér, en Midgard Vinnur fætir til vírus. beilar hann út. Hann situr akkurat núna á 6 brökkum. Smókunni kemur á hárriðum tíma þarna inn í húsi líka, en eins og þú talar alltaf manni undir. Jeps. Kókó núna að leita hægilegt frakk á Bjarna sem ekki eins og fylgjast með tennis. Með aðeins Víðar Ingól sem var að horfa á tennisinn þarna. Þetta er bara auðvelt hérna fyrir Dusty í raun og veru. Enn og aftur búinn að pikka 3 áður en að Vika getur execute eitthvað hérna. En þeir ná að svara hérna. Bellur hann Birnir, hann gerir það ekki. Og þeir hlaupa sitt í. Birnir verður mjög snöggur í bak. Gríðarlega snöggur. Þorsteinn líka komin í stuðu. Þorsteinn er svo góður í stuðu hérna. Finna eins og ekki frakki á hann, en Birnir gerir betur, tekur 2 og Stjáni Gulli situr 1 eftir. Eddersen hinum einn nær hauskotinu. 1 á móti 2. Birnir er lár 35 sekúndur eftir á klukkunni. Og þeir ætla að fara saman banana. Þetta er virkilega sniðið þannig. Stjáni Gulli eins og ekki hún að ákveða hvort sæti og með við staðsninguna akkurat núna. Þá er hann að æða inn á A-ið. Hversu snöggur verður hann samt Stjáni Gulli. Ef að liðið þarf einhvern tímann á þeir að halda, þá er það akkurat núna. Nánast fullt belti af utility, hendur þetta niður smókinu samt. Hann hefur tíma til að repositiona líka. En það er spurning hversu mikið tíma tekur í það. Hann heldur kannski að sé ykkur í kringum hann. Enginn þar. Hvaða ákvörðun tekur hann? Birnir væntanlega leikmæri sem að þeir ætla að treyta hér. Stjáni ætlar að koma í baki á þeim. Hefur hann tíma í það? Gullna spurningin, það er plantað samt mjög skringilega. En ætlar hann að nýta hann að molla í eitthvað? Þeim grunar þetta og hann er að full deffa. Og Stjáni Gulli tekin út af Birni. Æjæjæj, þeir lásu þetta alveg rétt hann að Midgard og Birnir. En hann náði allavega að gera ránd úr þessu Stjáni Gulli. 70 samt staðan. Vika þarf virkilega mikið á rándum að halda hérna. Já, þeir geta ekki farið í seinni hálfleikinn með 2 ránd hér og hafa í rauninni ekki gert tilkall af einu né neinu eftir þessi fyrstu 2 ránd. Nei, Steppi Kókó búinn að vera mjög iðinn við að opna þetta fyrir sitt lið. Og já, erum við búin að ná einhvern tímann opnuna killi hérna Vika í gunnrándi? Ég held ekki, bara í alvörunni. Reyna að rifja það upp. Smoke Marco. Voru hásbreytt frá því í senasta rándi en þá kom Midgard og já, bara hausaði leikmannin í Mexi. Vanger að horfa á þessa línu hérna. Þess að ekki alveg að kíkja. Enginn hann að treyta Bjarni langt frá Vanger. Þetta er svo óþægileg staða. Misti! Midgard hinum einn hins vegar Furious. Væntanlega býst ekki við honum svona snemma. Og nú kemur kallið hérna frá Bjarna. Þeir ætla að góða aðeins. Midgard í frábæri stöðu í húsi. Ná að bakka með þessa með Kókó yfir í markun og Midgard ennþá upp í húsi. Hann með fullt belti af utility en að smóka út húsi. Markusmókurinn kemur hér og grensa. Frábær grensa! Sem að gerir þetta aðeins auðveldara fyrir Dusty. Kókó með Bjarna þegar hann að krossa yfir í gryfju. Þetta á ekki að gerast. Og má ekki gerast. En hérna kemur smókið niður. En Midgard. Kallið yfir hann enn og Steppi líka í pittinum. Vanger einn eftir. Hann er á B-inu. Það er engan að finna þar og súr á svipinn. Þá þarf hann að halda byssu. Þetta er bara save. Dusty komast í 8. rándið. Færast nær og nær úrslitaleiknum á laugardaginn á móti Þórsurum. Þarna náðu, já, Vika opnun, en Midgard náðu að svara bara mjög hrattan í húsinu. Aðeins og æstir. Voru ekki að halda húsinu þarna. Klíruðu ekkert út apps? Klíruðu ekkert út tappagang? Nei, þau fóru allir hérna að taka mixi eitthvað saman, eitthvað í voða miklu paniki. Það var enginn sem að satt bara rólegur og fylgdist með hvort það væri einhver annar í húsi.
Men þetta ekki fyrsta skipti sem þeir að spila margir í allt, þannig að þetta áhugaverð. Ég reynaði bara að vírus hinum inn á mappinu. Supportive utilið on point, þetta bara fallegar fléttur. Gulli kannski með tímasendingu hérna. Steppi Kókó bara alltaf að sleppa einhvern veginn. Hátt sem áll. Þetta ekki 2K sem hann á að ná. Birnir með 2K og Midgard á vappanum með Stjána gula. Það niðurlægjandi ránd hérna 9-2. Ámess á Dusty sé í raun að reyna það. 15k á Midgard. Það að eiga frábær leik. Heldur betur. Ingi Söru honum. Hann samt á Deja 6-unum, hann kom í 15k hérna. En hérna komið í síðasta rándi í hálfinum. Vika þarf þetta ránd. Og hjálpið þú að ná þessu rándi, þá það bara ekki nóg, myndi ég segja. Nei, mjög erfiður hálfleikur framundan. Kókó enn og aftur reynir í opnun hér á banan af þessinni og finnur Vanker. 9-2, örlítið nær 10-2. Þetta sinni í miðinni. Manninginu smúkin. Fullkomið pík hérna hjá Midgard sem að sleppu síðan í þægilega stöðu aftur með AK-un sinn. Smúkar eitt húsið til að geta átt við mixið. Engin svör, engin pikk, lítið skaði og Midgard heldur áfram að raða inn fröggum. Ég heldur sem ég búinn að finna leikmann seríunar ef að þetta vinnst hér. Já, eins og ofta á þessu tímabili náttúrulega. Midgard búinn að vera virkilega sterkur fyrir Dusty hérna á tímabilið sem að svona aðri leikmenn sem að hafa verið stórir hafa kannski ekki alltaf skinið skært. Ásvöldum að komir eitthvað gríðalega óvart en já, hérna kemur allan að opnun Edison fellur en að leikmaður strax komir yfir síðspónu og Kókó með vappan nær vírus ennþá með Þorstein það á síðspónu og það 10-2, það 10 ránd í röð. Heldur betur. Vika vinnum bara pistol og anti-eco eftir það og bara ekki neitt eftir það. Og ég var að tala þið þyrftu helst að vinna terrorleikin og ég ætla bara að standa við það. Ég held að, ég sé það bara ekki gerast að Vika lái að snúa þessu við hérna til miður fyrir mína menn. Við verðum allan að byrja á pistol og við byrjum ekki að tala leik fyrir en þeir eru allavega konum með 3 gunround undir beltið. Protokollinu Dusty alveg frábær, sérstaklega A-main. Bjarni og Kó voru mikið að sækja þangað og náðu bara einu sinni bombunni niður. Dúllur og Vanker með smóknu niður, allar komið í gegn, þeir komið í gegn. Nær bara einum! Rótið eins og að komir þetta yfir, vírus þarf að vera stór nær einum. En gerir ekki meira hér, Birnir. Treitfrakar hann báðir á banana fyrir aftan Smoke. Hræðileg staða, engin kick, en Stjáni allan að nær einum tilbaka. Þorstein F lár, hann að spila á þrýrninginum. Birnir á sínu. Þægilegt afturplantið það. Já, Dusty ná að spotta það einn leikmann út. Stjáni guli fallinn, Furious þarf að hraða ferði sinni núna. En þeir spila bara safe, spila til að vinna rándið. Tíminn nokkurn veginn búinn hérna. Furious nær $300 bónusinu fyrir killið en rándið fer til Dusty. Það 11-2. Dusty með samfarandi sigur hérna í pistolrándinu og einu rándi nær því á úrslita leiknum. Og Vika þarf að fossa hérna. Þeir ætla ekki að hleypa þessu í 12. rándi og Dusty og síðan ætla að kaupa. Þeir ætla að fossa hér sem mjög skiljanlegt hjá þeim. 5 diglur. Þessi 5 deglu kaup kannski ekki bara að ganga allt og vel hjá þeim hingað til. En sjáum til hvernig gengur hér. Smókur, djúpur, niður miðuna. Þannig að þess að viffast, það var alltaf langur þetta. En það komaði bara hratt í húsið og upp mitt. Leikmundar hitta ekki mikið og Edison og Þorsteinn opna þetta opna A-sætið
og bomban að fara niður. Er þetta 12. rándið? Lítur út fyrir það, Bjarni ekki sáttur með sína menn. Það var sett smókur. Nei, þetta nokkurn veginn búinn leikur og Bjarni veit að Degla og Armor reynir að halda því í næsta ránd, mögulega gera eitthvað skaða við lið Dusty sem að sita á 5 leikmönnum lifandi og Birnir lokar þessu. Það er Mapp og örlögin að mæta Þór í úrslitaleik. Loksins mögulega að rætast. loksins, þetta úrslitaleikurinn sem við fengum ekki fyrra, Tommy, sem að margir biðu eftir þá, en þið þurftu að bíða þarna 1 tímabili viðbót og eru líklega að fara að fá hann hér. Þetta er líka bara eftir þetta ránd, ekki gott kaup á Vega. Og þetta er aðeins meira standard ránd núna hjá Dusty. Þrýra hérna að taka bananan. Matti fær pláss á vinnu sínum. Þeir eru ekki blindir þarna, alltaf ekki þessi fremsti. Ekki blindir, Bjarni kastar þetta niður grensu og komið smókinn niður, en ég ekki að fara að sjá þetta stoppa Dusty. Geta bara beðið eftir smóknum, Rotate komið yfir og þeir að leika sér hérna með hvert einasta hlut. Það bara að koma execute hérna á meðan Midgard heldur þessu hinum megin. 2 Vegamenn að mæta þeim. Degla á MP9. Það kemur smókur, þetta ekki bara grenað, bara kontakt þetta verið fyrra. Það koma þær inn. Nær einum en einn upp á First Oranges. Edison nær Bjarna og þá er Stjáni gul og Furious 2 eftir. Aftur MP9 og Degla. Dusty fyrir að bara finna þessi 2 frögg. Mér þess að flappa hérna banana til að fá fraggi, en Stjáni gul ekki að gefast upp og þá er Furious. Einn eftir CT-spónið leikvöllurinn og þeir flassa hann aðeins út. Annar smók á CT og einu fraggi frá úrslitaleik. Best of 5 úrslitaleik á móti Þór. Þetta verður veisla. Þetta verður heldur betur veisla. Situr hérna inn á sénu og býður eftir bomba þykki niður. Og þar hefur það Þorsteinn F. Klára þetta 13-2. Algjörlega masterclass hvernig á að spila Inferno. Heldur betur, og enn þá heldur áfram hjá Vega að þeir tapa sínu eigin mappiki. Og það bara gekk nákvæmlega ekkert upp. Náttúrulega vinnur ekki eitt einasta gunround í þessu mappi, Tommy. Já, ekki eitt gunround í þessu mappi. Það er í rauninni sláandi og erfitt, en við erum einn glaðan á línunni hér. Það er Þorsteinn F. Eða Þór, eða Þorsteinn F. Hann hét Þorsteinn F inn á server, en Þór í óvileginu. Þetta er pinguflókið. Það horfa að fara með nýjan bara, þannig við getum alveg kallað hann bara Þorsteinn F. Já, við kallum Þorsteinn. Já, til hamingju með að vera komin í úrslitaleikinn, Þorsteinn. Þetta var í rauninni bara samfærandi sería. Já, það er það. Við erum líka að sjá hvað Bjarni vætti með hvernig sem eigin jarðaför. Já, vissulega. Ég meina líkið alltaf líka verið klætt í jarðaförum. Það er vissulega hann. Þegar það er opinn hérna open casket. Open casket. Já. Ég veit ekki hvort það verið open casket eftir þessa bestu í seríu. Þetta var, sko, Miraz, byrjum bara þar. Vítóið, fór þetta nokkurn veginn eins og þið voruð að búast við? Sko, vítóið, auto-vítóið, þetta var eitthvað bara bull, en þetta hendaði bara vel. Veitu, hvað auto-vítóðist þá? Ég bannaði bara fyrstum á þig, og svo var bara auto-pikkað mér átt fyrir mig. Ok. En þið ætluðu að pikka mér að sko sem er ekki? Já, við ætlum að gera það. Já, ok. Bara fór allt á besta veg. Bannað Dust 2, en þú veist, þetta bara hendaði vel. Já. Inferno pikkið hjá Vega, var það bara allt eftir bókinurinn? Nei, ég held að við varum að fara að pikka nú. Já. Ég var ekki búinn að undirbúa neitt í Inferno, sko. Byrjum þá bara á Miraz. Þú veist, sá leikur spilast náttúrulega mjög þægilega út fyrir ykkur. Sérstaklega bentum við á í útsendingunni, það voru þessir Glock spör sem
sem að voru að valda gríðarlegum usla á efnahægin, vinna með þessa 1 ránd. Já, einmitt. Það er gaman að geta unnið á með kót. Já, geturðu sagt það svona hvernig, var eitthvað plan með Krissa eða hann pússaði alveg rosalega mikið. Var Krissi ekstra mikið að reyna að sækja upplýsingar fyrir ykkur? Var þetta eitthvað plan eða var þetta bara Krissi að vera Krissi? Krissi er bara ógeðslega góður í CS. Hann er alltaf bara ekki búinn að skjóta neitt í mörg ár, sko. Hann er handalaus í CS, en hausinn á hann virkar. Hann er bara ógeðslega gáfaður og veit alltaf hvernig hann á að pússa og það er ógeðslega þægilegt að spila með honum. Fyrir þetta hann kann ekki að drepa. Já, ég meina það einfaldlega þurfti ekki til því vorum annað en á serverinn sem var alveg gjörsamlega magnaður. Það er Midgard, verður að segjast. Já, geggjaður í Emirates og í Inferno. Já. Bara frábær. Sko, ef við förum þá bara lokum Mirage-bókinni, þetta var þægilegur 13-10 sigur. Sko, þið tapið pistólinu, æðinuðu miðju, og vinnið síðan 13 ránd í röð. Þetta var eiginlega bara masterclass hjá okkur og það verður að segjast bara. Er þetta, puggy line-upið í Inferno? Það er mjög skrítið. Ég var náttúrulega bara að micromanage hverju einustu hreyfingu sem við gerðum í City. Það gæti verulega að vera vitlaust með því, en þetta virkaði helviti vel. Já, þið náðu sérstaklega hana sem við vorum að benda á að þið voru alltaf komin með 1 eða jafnvel 2 yfirleitt pick á veka áður en þið náðu executa site, eða þar sem áður en þið voru komin í stöðu til þess að executa site. Var þetta allt micromanage eða þér þá? Basically þegar freestyle byrjaði þá kollaði ég alltaf eitthvað play út af það sem ég held að þið voru að fara að gera og það var oftast rétt og svo bara leiði og fengum þetta kill þá var ég bara að garga strákana að bakka strax í setup, spila saman, vera harðir, nýta utilið. Þannig þetta bara virkaði bara eins og í draum, sko. Já, það er nákvæmlega það sem við sáum á skjánum okkar með X-rayið. Það var alltaf, það var bara molli komin leið og fightinn byrjaði. Það var einhver til að flassa fyrir einhvern og þau spiluðu bara mjög vel á milli hvors annars. En núna færð þú að velja MVP. Hver er MVP seríunar? Midgard. Á geggjaður. Já, bara verður sammála því. Já, þetta sé bara fair. Líka bara frábært season hjá honum bara í heild sinni. Og ef hann getur haldið þessu áfram í úrslagaleiknum þá ætti Þórsar að vera helviti hræddir. Já. Ég er helviti spennt fyrir því. Já, talandi úrslagaleikinn, núna bara á laugardaginn, þeir eru seinni undanúrslagleikurinn, þannig að þeir eru komin nú í úrslit, viti hverju við mætum, þetta er best of 5 sería. Eru þið bara að fara á face it núna? Já, við þurfum að keppa á morgun, en við náum heldur ekkert að æfa. En, núna er ég búinn að taka niður einn. Geitaðan ekki og það fæði annan á laugardaginn. Skotin maður. Er þú þá geitaðast í ekki ellinni og þú nær að slá 2 geitur? Ég er ekkert ekki ell. Ég er bara eitthvað vatni eða riffi. Já. Ég veit það ekki. En þú varst samt illa í þessari seríu þó að Krissi hafi verið að spila með ykkur, ekki? Jú, ok. Þetta er geitasláturinn. Já. Ég meina, það er bara... Þetta væri alveg skemmtileg sería. Ertu spenntur fyrir að loksins fá úrslitaleikinn í einhverjum svona á stóru sviði á móti Þór í fyrsta skiptið? Já, ég mölvaði á háregnum. Já, það er rétt. Er þetta ekki bara frábær leið til að loka viðtölunni? Takk kærlega fyrir að koma eftir leikinn, til hamingju við að vera komin í úrslitaleikinn og við sjáumst á laugardaginn. Takk kærlega. Takk. Já, ég meina, þetta er ekki rangt hjá honum. Hann slátraði þeim á háaringinum og þá var Rafli á vappa. Og... Það var Edison í hinu liðinu. Já. Það var Rafli í line-upinu. Alli var hana, Peter var hana og Pandas var hana. Já. Engin Tony samt. Það var engin Tony. Þó er að við heitið eftir honum vissilega. Já, engin Tony. Já, einmitt, það vantaði AIM-robotann hinum megin. En ég meina, já. Fyrir sísonið er þetta akkurat úrslitaleikurinn sem að fólk, svona casual viewerinn hefði kannski beðið. Þannig að það er kannski bara fínt að fá það, en kannski nokkur orð Vega, flott tímabil hjá Vega. Mjög svekkjandi. Ég held svona stærsta sem að Vega geta hort á fyrir næsta tímabil er mappickið þeirra. Bara yfir allt sísonið og kristallast í þessu 13-2 tapi hér er bara þessu að tapa sínu í mappiki trekk í trekk, það er náttúrulega ekki hægt og eitthvað sem þarf að skoða betur.
Já, þeir líka lenda á móti Dusty liði sem að, þú veist, já, vissulega þetta er pöggilið og allt það, en horfðu bara á hvernig kjarnin á þessu lið er uppbyggður. Þú veist, þetta er Midgard sem er búin að vera að spila í erlendur liðum sem að væntanlega spila í Inferno, Birnir í álíka stöðu, síðan er Edison, Kókó og Þorsteinn F. allir búin að spila saman í kjarna og Dusty að sjálfsögðu kunna þær Inferno og það kristallaðist bara þarna sítímegin að þeir bara komst ekki neitt. Já, þetta var líka raun og veru mjög svipað út að spilaðist þannig termini hjá maður móti Ármanni á sínum tíma. Það var Óli Óvirkur bara alltaf að opna hvert einasta ránd, þeir voru alltaf bara manni færri og nákvæmlega sama gerast hér og það vantar bara meira upp á hjá þeim í terrihálunum að koma í veg fyrir að þessi alltaf bara að missa mann svona stemma. Þetta er rauninni líka áhugaverður punktu sem að hann kemur inn á þegar voru að búast við Núk. Þú veist, við erum búin að sjá Dusty í Núk og þeir litu ekkert allt of vel út í til dæmis þessum senasta leik tímabilsins í Núk, þannig að það hefði verið áhugavert kombo að hleypa þess allavega í Inferno. Það er spurning, ég efast ekki að þetta veganlega haldist allavega út til næsta móts og vonandi í fragmótinu, bara sjáum til og það verður gaman að sjá hvað þeir gera þar. Þeir eru allavega skráðir í fragmótið, þannig að það verður áhugavert að vera með þeim þar, en já, þurfa bara að styrkja mappickið sitt, hvað sem það nú verður. Ég held alveg að allt í lagi sleppa Núkinu í þriðja, Dusty er alveg góður í Núk, það ástæða fyrir það hafa verið að pikka það mikið, en þó er að tapa kannski síðustu leikjum, en hefði verið mjög gott third map líka fyrir Vega, en já, það bara upp á map ekki þeirra, eða náttúrulega sigla, að geta silt svona pikkum eins og Mirage líka, en þetta er allt bara sem myndi komið í að spila meira saman og stækka þess mappúlu sitt og eitthvað þannig. Algjörlega, sammála því, en já, hérna verðum við bara að tala að Dusty Þór, já, þrátt fyrir ásert Vega-maður, þá hlýtur ekki að liti fram hjá þig. Þetta er úrslitaleikur sem að svona áhorfendur voru að vonast eftir. Þetta eru stærstu fanbasein á Íslandi, þetta eru á blaði allavega, margir af bestu leikmörunum á Íslandi í Best of 5 seríu í einhverju veislu á laugardaginn 17. nóvember. Og já, þú veist, ef það er eitthvað sem er að horfa á þennan leik núna sem ætlar ekki að horfa á þann leik, það var alltaf bara fálið. Það verður geggjaður leikur, jafnvel Vega klappstýrjunar ættu alveg geta hort á þann leik líka. Já, það hlýtur að vera. Það bara hlýtur að vera. En já, þá kveðjum við í kvöld. Ekki gleyma því samt sem áður að það er æsispennandi Dusty á móti Þór Best of 5 sería. Kvöldi byrjar mjög snemma, það er ekki svona kvöld, útsendingin byrjar hérna klukkan 2 á einhverju húllum hægi sem við erum búin að skipuleggja, pantið borð, síðan verða VIP borð og það verður allt tróðfullt hérna niður í arena. Það er sannkölluð CS veisla á laugardaginn, ekki láta þið vanta, en takk kærlega fyrir kvöldið og við sjáumst á.